Góðan daginn, góðan daginn. Verið hjartanlega velkomin á haustráðstefnu Stjórnvísis. Bæði þið sem eru hérna í salnum, gaman að sjá hvað eru mörg hér, og þið sem eru í streymi. Laufey Guðmundsdóttir heiti ég sit í stjórn Stjórnvísis og þar sem að þemað okkar í ár er snjöll framtíð, sem er einmitt yfirskrift ráðstefnunnar. En hvað er snjöll framtíð? Í fyrra vorum við mikið að tala tengsl í hinum ýmsu myndum, en nú erum við að hraðri leið inn í framtíðina með snilldina vopni. Þessi gervigreindin er að koma inn allstaðar, styðja okkur í okkar verkum, fá okkur til að hugsa á annan hátt, á snjallari hátt með sköpunargleðina með í för. Það sem aðeins ímyndunaraflið takmarkar okkur, eða hvað? Ég hlakka til að heyra hvernig snjöll framtíð lítur út í augum þessara flottu erinda sem koma hérna eftir í samtali og erindum. En aðeins Stjórnvísi, áður en við höldum áfram. Stjórnvísi er stærsta stjórnunarfélag landsins og er búið að vera starfrækt í hartnær 40 ár eða síðan 1986. Í dag teljum við 7.000 félagsmenn með fjölbreyttan bakgrunn út allt land, sem endurspeglast einmitt í þeim 35 faghópum sem starfræktir eru innan félagsins. En þar liggur einmitt grasrótin. Í fyrra héldu til dæmis faghópanir tæplega 150 viðburðir, þar sem 5.000 manns mættu til að fræðast, eflast og veita sér innblástur. Við sem eru Stjórnvísi erum hérna til að styðja við faghópana ásamt því að halda svona stærri viðburði eins og haustráðstefnuna, íslensku ánægjuvogina, stjórnunarverðlaunin, fyrirmyndarfyrirtækin og nú í ár bættist sjálfbærnisásinn við, sem er ný viðurkenning fyrir árangur í sjálfbærni og var veitt í fyrsta sinn til íslenska fyrirtækja í byrjun mánaðarins. En svona ráðstefna gerist ekki að sjálfum sér og ég vil þakka þeim fjölmörgu styrktaraðilum sem veita okkur stuðning svo við getum haldið þessa glæsilegu ráðstefnu. Það átti að vera hérna, þið sjáu hérna nokkur logo vonandi eftir, en það er hluti af þeim styrktaraðilum sem styrktu okkur. Við þurfum líka að hafa góðan aðila til að stýra svona ráðstefnu. Í dag erum við með aðila sem er sannarlega snjall og horfir mikið til framtíðarinnar. Hann Bergur Ebbi er rithöfundur og fyrirlesari með fjölþættan listrænan og fræðilegan bakgrunn. Meðal umfjöllunarefna í verkum Bergs Ebba eru tæknibreytingar og áhrif þeirra á sjálfsmynd, einstaklinga og hópa, stjórnmál, breytt valdajafnvægi, mynsturgreining og tíðarandinn. Bergur Ebbi er lögfræðingur frá Háskóla Íslands með MD/ES gráðu í Strategic Foresight and Innovation frá OCAD, Háskólanum í Toronto í Kanada. Og leið og ég segi haustráðstefnu Stjórnvísis formulega setta, þá býð ég Berg Ebba í pontu. Gjörðu svo vel. Kæra þakkir Laufey fyrir þessa frábæru kynningu og þið öll hér hjá Stjórnvísi, stjórn og aðilar og aðrir gestir til að hamingju með þennan dag og við erum að fara inn í virkilega fræðandi og flott prógram hérna í dag, enda eru einkunnarorð Stjórnvísi, framsækni, fagmennska og fræðsla og ég lofa ykkur að það verður mikið fræðslu hérna í dag og ég skal gera mitt besta að vera með eins mikla fagmennsku og mögulegt og jafnvel smá framsækni í mínum kynningum, ég veit ekki hvernig það mun fara, en ég vil líka segja Laufey sem var hér, ég hvet ykkur til þess að kynna ykkur líka það sem hún er að gera. Hún er sýningarstjóri jarðhitasýningarinnar í Hellisheiðarvirkjun og það er virkilega fróðlegt fyrir Íslendinga að kynna sér það sem er í gangi þar, ef það hefði ekki þegar gert það. Það er vist 97% útlendingar sem fara að skoða þessa frábæru sýningu, en það er þetta af flottasta sem Ísland hefur upp á að bjóða og sýnir mjög mikið af nýsköpunarverkefnum og fleira og stórkostlegum staðarna upp á Hellisheiði eins og við vitum. En við ætlum að ræða snjalla framtíð hérna í dag og við erum líka bara mjög snjöll. Ég vil heilsa ykkur sem að fylgjast með ykkur hérna á skjá. Ég gerir ráð fyrir þetta sé allt saman komið í gang, en við erum hérna upp á Grand Hotel. Það er þetta búið að draga fyrir hérna, en ég er svolítið ánægður með að við erum hérna upp á 4. hæð, við erum með gott útsýni, það er heiðskírt úti, þetta er svona góður vettvangur til þess að láta hugan aðeins fara af stað og ég finn að það er virkilega opið og öflugt fólk hér í salnum sem var mætt snemma og líka komið til þess að tengjast hvert öðru, sem er líka stór hluti af þessu. Við ætlum að fræðast af þeim sem koma hér fram í dag, en við ætlum ekki síður að vera duglega að
spjalla saman í kaffihléi sem að ég sem stjórnandi ráðstefnunar tek mjög alvarlega í tímastjórnun að sé virt. Við fáum hérna ágætis ráðrúm til þess að drekka kaffi með hvert öðru hérna á eftir og svo munum við líka ljúka þessu stundvíslega því það er mjög mikilvægt fyrir busy fólk sem að þarf að sinna öðrum erindum að geta stólað á það en á meðan ráðstefnunni stendur þá krefjumst við að sjálfsögðu fullrar athygli út í því að það er náttúrulega eitt af stóru áskorunum nútímans þegar allt er orðið snjallt og við erum orðin tengd bæði í hjarta og huga í allar mögulegar áttir þá er kannski orðið sjaldgæfara, fágætara en líka dýrmætara þegar við komum saman og hlustum á talað mál og svona eigum samskipti upp á gamla mátann og ég veit að fólk hér sem að sinnir stjórnun, tengslum og veit hvað er svo ótrúlega mikilvægt þegar kemur að því að stýra fyrirtækjum og stofnunum. Það kann að meta svoleiðis vettvang og við erum mjög þakklátt stjórnvísið fyrir að standa á bak við fundi eins og þennan því að það að hitta fólk og raunverulega bara drekka kaffi með þeim og klæða þessu upp og mæta snemma og vera svona innan fólk er náttúrulega þrátt fyrir okkar sítengda og snjalla heim alltaf jafn mikilvægt og ef eitthvað er mikilvægara heldur en áður. En við ætlum að setja af stað með fræðslu, það verður heilmikið fræðsla, við ætlum að fá, sko, ég held að sé ekki öðruvísi, hægt að kynna þetta öðruvísi heldur en að segja bara 3 vitringa hérna upp og ég ætla bara að kalla það upp hérna, bara einn af öðrum, en kannski fyrst ætla ég að nefna hann Harald Bjarnason sem ætlar að stýra umræðum, hann ætlar að koma hérna upp, en Haraldur er forstjóri auðkennis og situr í stjórnvísi og hann ætlar að fá til sín í þetta plattborð, Stefán Baxter, sem er forstjóri og stofnandi Snjallgagna og Hjálmar Gíslason sem er stofnandi og framkvæmdastjóri Grid. Þessi menn eru náttúrulega allir einhver raðfrumkvöðlar að hafa stofnað og stýrt alls konar fyrirtækjum og leitt verkefni á ýmsum sviðum. En ég ætla bara að fara að fá þá hérna upp að því við ætlum að ekki láta neitt tíma fara til spillis hérna og ég ætla að gefa Haraldi orðið en mér langaði bara að segja ykkur hérna líka og bara það er alltaf eftir þeir eru komin hérna upp að ég lagði fyrir alla sem að koma hérna fram og vera að tala spurningar að þeim er langaði að kynast þeim aðeins betur, ekki bara kynna það eftir starfstilli og þess áttar. Og spurningarnar hafa að gera með það hvenær þeir fóru fyrst að nota tölvur og hvenær þeir fóru fyrst að nota snjallsíma sem er eiginlega bara ekki síður áhugaverð spurning. Og það stóð ekki að svörum frá þessum mönnum öllum hér að þetta er allt saman eitthvað alveg djúpt, eitthvað 80s, Sinclair Spectrum, Commodore, voru konin ykkur gataspjöld og þeir voru allir djúpir í tölvunum ótrúlega snemma en það er gaman að segja frá því að þeir eru samt kannski með aðeins ólíkari svör þegar kemur að því hvernig þeir fengu fyrsta snjallsíman og Haraldur segir til dæmis að hann er svona ekki einu svona alveg viss en hann var að byrja að nota BlackBerry í fjármálaráðuneytinu í kringum 2006 eða 2007 helsta forritið var tölvupóstur, vafri og myndavél sem sagt bara mjög faglegt og flott og hefur aldrei notað þetta til þess að í neitt annað heldur en bara í vinnu og svo framvegis en þetta er svona gaman að fá innsýn inn í þetta og ég ætla að fá að kynna þetta hjá fyrirlesurum eftir því sem við höldum áfram með prógramið en að þessu sögðu þá bara takið þið þá tekur þú við stjórninni Haraldur og yfirskriftin snjöll framtíð og öll þessi málefni sem við viljum ræða. Gjörðu svo vel. Takk kærlega fyrir þessa kynningu, Bergarby, og takk fyrir stjórnvísi að bjóða okkur að vera hérna og spjalla. Ég er svo heppinn að vera með þessum herramönnum hérna sem eru, svo segir, raðfrumkvöðlar og við gætum eflaust verið hérna í allan dag að spjalla hitt og þetta. Kannski gerum við það, tökum bara sessun hérna eftir og með þess að vilja. En við bara förum beint inn í þetta og við kannski bara byrja því að fá okkur til þess að kynna ykkur aðeins dýpra og hvað þið komið og hvað þið verið að gera og tengt þessu sem við erum að spjalla og Stefán, kannski bara byrja. Hæ, gaman að sjá ykkur. Ég byrjaði í hugbúnaðargerð þegar að 2 vetur í röð var kennaraverkfall í menntaskólum og það var einhvern veginn það heillandi að ég fór og keypti mér dót í IKEA sem ég átti ekki efni á og hafði aldrei efni á að fara í skóla aftur. Þetta er svona einföldu útgáfa. En á mínum starfsferli sem er að detta í 40 ár, ég veit að sést ekki, eða þú veist, ég vil halda að það sjáist ekki, að þá hef ég lifað á gatnamótum upplýsingatækni og viðskipta allt mitt líf. Þess að hvernig er hægt að nota gögn og upplýsingatækni til að bæta daglegt líf þeirra sem starfa í viðskiptum. Já, frábært. Hjalli? Ég heiti Hjálmar Gíslason og ég er nörd. Búinn að vera það síðan ég man eftir mér en ég hef verið áhugamaður tölvur og tækni síðan ég man eftir mér og það hefur svona leiðst út í það ég hef verið að þróa tæknifyrirtæki sett af stað 5 hugbúnaðarfyrirtæki mismunandi geirum og þau hafa svona ýmist gengið eða gengið ekki eins og gengur að gerist
Ég núna stofnandi og framkvæmdastjóri fyrirtæki sem heitir Grid. Við erum töflureikna tæknifyrirtæki upp á íslensku og höfum verið að vinna í því í nokkur ár og erum núna einmitt svona kannski til að tengja þetta aðeins inn í það sem við erum að tala í dag. Erum svona að vinna á mótum þess hvernig hægt að láta gervigreindina mæta töflureiknunum af því að þarna erum við með annars vegar sko tækni sem að koma inn og breyta öllu og hins vegar, já hvað við að segja, sennilega þá tæknilausn eða þann hugbúnað sem mest notaður sérstaklega í viðskiptaheiminum sem eru töflureiknarnir og þetta eru klárlega mjög áhugavert skil þarna eða þetta overlapp á milli þessara tveggja hugtaka mjög áhugavert og verður klárlega stórt og við erum svona að skoða aðeins hvað hægt að gera á því sviði. Varðandi gervigreindina annars þá bara þetta svona eitt af því sem maður sem ég getur ekki annað en dregist inn í þegar hún kemur fram og hef verið svona að fikta í öllu sem hefur komið fram á þessum vettvangi, kannski sérstaklega núna í þessari síðustu og mest spennandi bylgju sem í gangi núna, sem við höfum sjálfsagt öll séð með einhverjum hætti. Frábært. Takk fyrir þetta. Sko, þegar við vorum að undirbúa okkur þá vorum við að spjalla eins hvað við ættum að fókusera á. Sem ég segi, það mörg að taka og fullt takt að spjallum. Það sem náttúrulega komið að mjög mörgu. Mér hann spennt á að Hjalli alltaf, hann svona völva með völvuspá, tæknisspá fyrir hvert ár, það sem hann setur svona fram hvað að fara að gerast og hvað getur gerst á árinu sem bara geggjað og náttúrulega þetta líka að fara inn á Stefáni snjallgöngu, var það ekki? Snjallganga.is? Nei, snjallgögn. Og en við ákveðum svolítið að byrja því aðeins að ræða gervigreindina. Og það nú eitt af því sem við stjórnendum spáum svolítið í. Hvað þessi gervigreind að fara að gera fyrir okkur? Þetta tækifæri? Þetta ógn? Þetta að fara að fjölga, fækka starfsmönnum og eitthvað svona? Og eitt af því sem maður hugsa fyrir sér, gervigreindin og allt þetta, þetta eitthvað sem hjálpar okkur? Þetta sérfræðingar? Þetta sérfræðiþekking? Eða þetta aðstoðarmanneskja? Þannig að hvernig nýtum við þetta og hvernig kemur þetta til með að hafa áhrif á okkur? Stefán? Fyrir mitt leyti þá, ef við hugsum GPT og breytingarnar sem að það að valda, þá eru til orðatiltæki eins og þú munt ekki missa starfið þitt til gervigreindar, þú munt missa það til starfsmanns sem kann á gervigreind. Ég get alveg tekið undir það, ég ætla samt að ganga lengra og segja að það ekki mörg ár, þangað til við förum að sjá hitt líka. Í sumum tilfellum getur þetta verið sérfræðingur, í sumum tilfellum getur þetta aðstoðað sérfræðinga og eða hjálpað fólki án sérfræðiþekkingar að ná sér í svona miðjulevel þekkingu, til dæmis fólk í þjónustuveri sem býr ekki yfir sérfræðiþekkingu getur tekið millierfiðar fyrirspurnir og fengi hjálp við að svara þeim. En í raun og veru svo rosalega margt nýtt að gerast að fyrir mig varðandi þessa tækni að þá kannski vil ég vitna í Barack Obama. Fyrir mig hann maður sem lifir ekki í tækninni. Já, samt, hann hefur enga hagsmuna að gæta að fara með einhverja ýkjusögur. Ég trúi samt að hann hafi aðgang að gögnum sem við höfum ekki aðgang að. Og hann segir einfaldlega þegar við horfum á breytingar í atvinnulífinu þá þurfum við að fara tilbaka frá því að rafmagni var fundið upp til þess að finna sambærilegt breytingaskeið og við erum að fara í ganga í gegnum. Og ég trúi þessu. Ég trúi á næsta áratug munum við sjá meiri breytingar í rekstri, daglegum rekstri fyrirtækja heldur við höfum séð síðustu 250 árin og það byggir ekki á þeim tækninýjungum sem eru komnar fram eingöngu heldur líka bara því sem að mun halda áfram að koma fram. Vegna þess að þó svo að stólmállíkun hafi svona náð ákveðnu jafnvægi og þessi erfitt að sjá hvernig þau halda áfram að þróast, að þá svo margt annað að gerast sem að mun fara að hafa áhrif á okkur. Og fyrir mig, svo ég klára þetta þar, það ótrúlega forréttindi að fá að fyrst 96 að vera í þessari internet og vef þessu því umbreytingarskeiði að upplifa annað, jafnvel enn stærra umbreytingarskeið. Og ég held að það að fá að gera það tvisvar á sömu starfshæfi, svo ég telli nú ekki með bara upphaf 12 sem faktist þriðja, að séu ótrúlega skemmtilegt og mikil forréttindi.
og ótrúlegt tækifæri fólkinni. Já, frábært. Hjálmar, hvernig blasir þetta við þér? Já, bæði svipað og ólíkt. Ég held, við byrjum bara á gervigreindinni eins og hún birtist okkur í dag, þá kannski svona sérstaklega í þessum stóru mállíkunum eins og ChatGPT sem að mörg ykkar hafa nú eftir vill prófað, þá sé ég þá byltingu í rauninni aðalega sem tungumálabyltingu. Það sem ég ávið með því að við getum núna í fyrsta sinn talað við tölvur og beðið tölvur að leysa fyrir okkur verkefni á okkar tungumálum, það er að segja á bara mæltumáli, ensku eða jafnvel íslensku, í staðinn fyrir að þurfa að læra tungumál tölvunar til að segja í samskiptum við hana. Bara við tökum hérna sem dæmi, hvað eru mörg hérna inni sem að kunna SQL? Ok, það eru nokkrar hendur á lofti, kannski 10%, en við kunnum öll íslensku. Og til þess að gera fyrirspurn eins og þú ert með gagnagrunn, þar sem að öll gögn fyrirtækisins, sölugögn fyrirtækisins eru fara inn í hann, og þú vilt vita hvað seldum við mikið af tiltekinu vöru á Suðurlandi eftir mánuðum. Gögnin eru öll í gagnagrunninum. Hingað til við þurft sérfræðinga eða sértæk tól til þess að taka þessi gögn saman og bakvið verður einhvers staðar til einhver SQL fyrirspurn sem að byrjar á select, stjarna, from og síðan kemur einhver svona löng runa á sértæku tölvutungumáli. En núna getum við einfallega bara farið inn í kerfið, þeir eru búið að stilla því réttu. Stefán til dæmis að hjálpa fólki með þetta og einfallega bara spurt á mannamáli að þessari sömu spurningu og við fáum svar tilbaka, ég hef bara fallega framsett í grafi. Þetta stóra byltingin. Svo alls konar aðri hluti sem að gera líka, það sem að tölvan að stíga inn á verksvið, það sem við erum að vinna með texta og svo framvegis, jafnvel það sem við erum í hugarflugi og það líka stóra byltingar, en ég held samt sem að þessi tungumálabylting sé svo stóra og við höfum til að sjá svona tungumálalag leggjast ofan á allt sem við höfum látið tölvur gera fyrir okkur síðustu 40 árin. Það rosalega stór breyting. Varðandi það hvort að tölvurnar séu aðstofamaður eða sérfræðingur, þá held ég að hann Sam Altman hjá OpenAI hafi orðað þetta ágætlega. Tölvur í dag, þær geta leyst verkefni, en þær geta ekki unnin en að vinnu. Það er að segja að það er fullt af verkefnum sem að fólk í vinnu stendur frammi fyrir dagstaglega sem hægt að fá gervigreindina til að leysa fyrir sig. Það segir ekkert það að það verði ekki þannig að þær muni geta leyst, það er að segja, unnið vinnu í framtíðinni, en akkurat í dag þá þarf einhver manneski að leggja verkefnin fyrir og það er manneskjan sem í vinnu og verður þess vegna miklu betri í sinni vinnu. Hins vegar kannski gefur það auga leið að ef eftir því sem verkefnin verða þá auðleistari og fljótleistari þá þarf ekki endilega jafnmargar hendur til að vinna sömu verkin. Þetta heitir framleiðni aukning og við erum alltaf að leita að henni og hingað til höfum við alltaf verið hrædd þegar hafa komið fram stórar byltingar í framleiðni aukningu. Ég safna gömlum íslenskum tölvubókum og eina af uppáhaldsbókunum mínu heitir Tölva og vinna og gefin út á ASI 1984 og þar eru mjög sannfærandi gröf og rökstuðningur það hvers vegna bara það ekki vera til nein störf í framtíðinu vegna þess að tölvurnar sé að taka á okkur alla vinnuna. Og það er mjög auðvelt að hlæja þessu og gröfin eru það er 1984 og svo bara allt niður á við. Og það er svolítið auðvitað að hlæja þessu núna, en ef að maður fer samt í gegnum það sem er sagt í bókinni, þá er mjög margt að því rétt. Það sem gerðist bara að það eru til ný störf, það eru til allt öðruvísi störf. Það er fullt af störfum sem að tölvurnar hafa útrýmt síðan 1984. Það eru voðalega fáir sem vinna við það að setja letur fyrir prentinað í dag. Það er bara gert í tölvu og blaðamennir bara, skrifa sjálfur textan og þetta flæðir í gegnum eitthvað stafrænt ferli, þannig að það töpuðist sannlega störf, þannig er mjög augljóst dæmi starf sem tapaðist. Það töpuðist líka stórir hlutar af störfum. Störf í fiskvinnslu núna eru 20% af því sem þau voru þá og þau eru líka allt annars eðlis. En það er ekki eins og það var kallað þá breytingar, það er að segja þorpin, það sem að sjávarútvegurinn var, það var breyst og svo framvegis og þetta voru sumt af þessum mjög sársaukafulla breytingar. Ég held við eftir að sjá svoleiðis líka. En við erum ekki að fara að horfa fram á það í þessari byltingu frekar heldur en öðrum að við höfum ekkert að gera. Það er bara, við höfum alltaf að óttast það og það hefur aldrei gerst. Við getum ræðum aðeins betur hvaða áhrif þetta hefur á Ísland en ég meina að þetta aðgengi að þekkingu, Stefán, þetta bara orðið þannig að við þá sem kannski stjórnendur eða við sem starfsmenn, við höfum ekki lengur þessi afsökun, ég kann ekki alveg að gera þetta, ég veit ekki hvernig að gera þetta. Ef bara svara okkur sem stjórnendur bara ChatGPT og redda þessu. Kannski ekki alveg þannig, en ég vil taka undir talandi kerfi eins og við köllum það er að segja að geta ekki bara tala við gögn eins og Hjálmar var að lýsa sem er mjög áhugavert. Að geta faktist tala við kerfi hjálpar líka.
það eru á ótrúlega mörgum vinnustöðum þar sem að það eru sérfræðingar sem eru með stóran flókin hugbúnað sem þau nota til þess að vinna sérhæfð störf og það kunna fáir að nota þessi kerfi, það myndast oft biðraðir eiginlegar eða ekki við þetta fólk þar sem að það er orðin svona flöskuhálsar í að gera eitthvað, að við erum að taka svoleiðis kerfi og kenna GPT að tala við kerfið þannig að sé þetta að tala við það og gera fyrirspurnir eins og mér langar að setja upp hleðslurafstöðu fyrir bíla þarna, hversu mikið mál er það? Og svo ég nefni bara eitt raunverulegt dæmi þar sem að þú ert farin að geta talað við tæki og tækni með allt öðrum hætti og ég held að það breyti ekki hlutunum bara fyrir stjórnendur, ég held að það sé fullkomin eðlisbreyting á því hvernig aðgang við höfum að upplýsingatækni, flóknari tækni og flóknari upplýsingum og þessi sjálfsþjónusta sem opnast þá í kjölfarið eða getur opnast, hún skiptir rosalega miklu máli. En ég þarf að veðja að það er fullt, það er nánast allir við skulum bara gera könnun. Hvaða margir hér hafa einhvern tímann þurft að bíða eftir BI-skýrslu frá þeim sem kann að gera skýrslurnar eða gagna skýrslu. Já, einmitt. Það vantar sjálfsþjónustu og þetta er bara risastór partur í því að auka hana. Þetta er bara ekki, nú er ég viðskiptafræðingur og það er nú oft verið talað um það að það sé allt of mikið af viðskiptafræðingum og við sem framleiða allt of mikið af viðskiptafræðingum með almenna þekkingu, þá komið þá meira gagn af okkur viðskiptafræðingunum. Við þurfum ekkert að bíða eftir forriturunum og því, við bara förum og gerum þetta bara sjálfur. Ég bara gerir þetta þá sjálfur. Er það bara þannig? Já, fyrir mig er allavega umhugsunarefni, hafandi verið í upplýsingatækni svona lengi. Hvernig það gerist ítrekað og nánast undantekningarlaust að þegar fyrirtæki eru orðin svona 6 til 8 ára þá fyrir upplýsingatæknin, hún breytist úr því að vera já við getum þetta yfir í nei þetta er ekki hægt og við burðumst með gamla upplýsingatækni og tækniskuld sem að þegar businessin kemur og vill gera eitthvað þá er alltaf bara svarið nei þetta er svo mikið mál. Það er ekki lagi fyrir upplýsingatækni að vera þessi aðili í sambandi tækni og viðskipta. Þannig að ef það er að brjóta niður eitthvað að þeim veggjum, þá segir ég bara komið tími til. Kekja, Hjálmar eftir að ráða viðskiptafræðinga staðinn fyrir forritara það? Ekki ennþá. En til þess að kannski koma aðeins inn á þessa spurningu, þá er það sem að einn aðili eða einn einstaklingur getur gert með þessi tækni ef við kunna vel að nýta sér hana, er magnað. Þannig að hvort sem það er viðskiptafræðingur eða einhver annar, ég heldur reyndar að þau sem eru kannski hafa komist einna lengst í því bara svona að auka framleiðni sína prósentulega með tilkomu gervigreindar eru forritarar hingað til. Það er að segja að þetta stendur þeim nærri og það er hægt að búa til að það er hægt að auka framleiðina heilmikið þar. En svona sem dæmi þá bara ég til dæmis hefði sjálfur ekki forritað neitt að viti, ég kem úr tæknibakgrunni, leiðist inn á business hliðina og stjórnuna hliðina og eitthvað svona og þá fær maður ekki alltaf að vera með puttana á því að forrita. En ég fekk hugmynd í fyrra að einhverju svona gæluverkefni sem ég langaði að gera til hliðar hafði ekkert forritað í nútíma forritunarumhverfi. Ég held ég hefði síðast fengið borga fyrir að skrifa forritskóð 2006 og mjög margt sem hefur gert síðan. Og mér langaði svona að komast að stað aftur. Ég hef einu sinni eða tvisvar á þessi tímabili gert tilraun til að reyna að komast að stað. Ég hef ekki einu sinni bara getað byrjað, ég hef ekki getað sett upp umhverfið og ekki komast að stað. En núna settist ég bara niður með besta vini mínum, ChatGPT, og við fórum bara að stað. Og ég komst, ég bara, að fara djúpt í það hvað ég var að gera, þá komst ég, held ég jafnlangt með þetta gæluverkefni á svona 5 vikum samhliða bara frekar mikilli vinnu og ég hefði þurft að ráða 10 manns í að gera áður og það er bara einhvern veginn með því að ég vissi hvað ég vildi og ég skil svona aðeins hvernig tæknin virkar og ég skil nóg aftur til þess að vita hvað aðstofamaðurinn er að leggja til og hafa skoðun á því og svona taka því með ákveðnum fyrirvara og púsla því inn í það sem ég er að gera og þarna var ég bara komið með bara virkilega vel fungerandi kerfi fyrir þörf sem ég hafði og ég notaði þetta kerfi núna daglega og hef notað það í heilt ár og það gerir mig bara betri í öllu sem ég geri og þarna við líka það er eitthvað að gerast þarna líka að við verðum sjálfbjarga með líka bara svona ýmsar þarfir sem að upplýsingatækni deildin eins og eða upplýsingatækni fólkið að deildin eða ég vil bara kerfin hafa komið í veg fyrir að við getum verið sjálfbjarga með og það er dálítið áhugavert ef okkur bara vantar, við höfum einhverja þörf og við getum lýst henni þá einhvern veginn mun þessi tækni hvort sem hún er akkurat komin í dag eða hvert hún er að fara
mun bara geta hjálpað okkur að leysa þau fyrir okkur sjálf á þess að við séum endilega að búa til eitthvað sko app sem að fyrir í sölu í dreifingu til milljóna manna. Þessi hæfileiki að geta nýtt þessa tækni skiptir gríðarlega miklu máli, finnst mér. Það er að segja, byrjum á að átta okkur á því að þessi stóru mállíkun, GPT og annað, kostar $milljarða og ekki bara Ísland ekki að fara að breyta neinu þarna, heldur núna álitamál hvort að Evrópa ekki komin það langt á eftir að Evrópa sem slík á ekki heldur eftir að breyta neinu. Þannig að ef við viljum að velja okkur hvar við ætlum að keppa, óháð stærð, verðum þá best í að hagnýta þetta dót. Og við gerum það með tvennulagi. Auðvitað ölum við krakkan okkar upp í að kunna nota þetta og skilja hvað þetta er og hvað þetta er ekki. Af því að þetta er grunnþekking sem að jafnast á við að kunna leggja saman 1 og 1 og fá út 2. Við myndum í dag okkur þætti að skrýta ef við myndum hitta bókhaldara sem væri ekki búin að ná tökum á 8 tölum. Það er bara, þetta er svipað mál. En það að ala unga fólki okkar upp, það er langtíma verkefni. Verkefnið núna er að taka núverandi vinnuafl og þá sem gætu verið að nýta sér þetta og hraða innleiðingunni og fá sem mest út úr hagnýtingunni, af því að þar getum við verið fremst. Við erum ekki að fara að búa til næsta stóra mállíkan, skiljiði mig. En verðum best í að hagnýta þetta dót. Þetta er mjög áhugaverð spurning, sko. Hvað getum við hérna á Íslandi, við tala þetta og Hjálmar vísaði í gömul fornrit þessi áhrif, sko. Hvaða áhrif hefur þetta á Ísland? Hver er okkar tækifæri? Er þetta tækifæri, er þetta ógn? Og hvað er svona okkar sérstæða einmitt? Hvernig þurfum við að búa til eitthvað allsherjar plan? Þarf ríkisstjórnin að koma saman og gera plan um hvernig við byggjum við framtíðina með gervigreind? Hvað áhrif hefur þetta á okkur? Já, sko, ef við byrjum kannski bara á svona bara í grunninn, þú veist, er eitthvað sem við þurfum að hugsa öðruvísi heldur en restin af heiminum. Þá hefur það verið þannig bara með til dæmis aukinni dreifingu á afþreyingarefni, þá hefur aðgangur að efni sem ekki á íslensku verið miklu meiri heldur en aðgangur að efni sem á íslensku, eins bara með fróðleik og almenna þekkingu á netinu, það er miklu meira til á ensku heldur en á íslensku og þetta hefur valdið, þú veist, áhrifum sem við þekkjum öll. Það er bara krakkarnir sérstaklega og við svo sem erum segum það líka, við neytum miklu meira efni á ensku heldur en væri eðlilegt ef að þú veist, eða hvað segja, heldur en væri eðlilegt heldur en bara hefur verið hingað til. Gervigreindin er pínlítið öðruvísi að því leyti að hún kemur eiginlega bara út úr kassanum merkilega góð í öllum tungumálum heimsins sem hún hefur haft aðgang að gögnum á og við höfum búið og talandi ríkisstjórnina og aðkomu hennar að það hefur verið búin til allavega nógu góð gögn á íslensku, þannig að íslenska stendur býsna framalega þarna. Það er líka samstarf, verð að segja, ég er í stjórninni hjá fyrirtæki sem heitir Miðeind og Miðeind hefur verið að vinna með OpenAI sem hefur verið partur af því að gera íslenskuna enn betri þar og líka af því að gera þessi gögn aðgengileg þannig að öll líkönin séu betri í íslensku, en það er hins vegar sko, þar erum við að tala þú veist, bara svona rétt, hvað við segja, toppinn á ísjakanum. Þetta var ótrúlega gott eins og það kom út úr kassanum. Þannig það eru jákvæða fréttir fyrir lítið mál eins og íslensku og líka það að jafnvel þessi mállíkun eru þannig að jafnvel þó að þau tilengja sér þekkingu á ensku þá geta þau talað þá þekkingu á íslensku. Þannig að þið getið spurt ChatGPT, aftur ekki treysta því sem kemur alveg á þess að skoða það, en þið getið spurt einhverja hluti sem getur verið mjög lítið efni til á íslensku og þið fáið ágætt svar á íslensku vegna þess að það hefur séð þessa þekkingu á ensku Wikipedia eða einhvers annar staðar og það er mjög merkilegt. Þannig er allt í einu komin tækni sem að lækkar aðgangsþröskuld okkar að þekkingu á okkar eigin tungumáli. Hins vegar þá er þetta meira heldur en bara tungumálið, það er líka þekkingin og það sem vantar klárlega inn er í til dæmis núverandi líkun er bara þekking á íslenskri sögu, íslenskri menningu, íslenskum bakgrunni, svona sér íslenskum gögnum. Þið getið spurt sko hvaða Bandaríkjaforseta sem er og gervigreindin mun þylja upp alls konar staðreyndir og svo spyrjið kannski einhvern íslenskan pólitíkus eða rithöfund eða eitthvað og hún bara fer að fabrikera eitthvað, fer að búa eitthvað til, þannig að hún hefur ekki verið þjálfuð á þessu. Þannig ég held að kannski þessi svona efnistök og menningar þjálfun er kannski jafnvel stærra gat heldur en tungumálið. Og þá kemur, þú veist, þetta er allt saman jákvætt, þannig erum við betri staðið þessi tæknibyltingu heldur en mörgum öðrum, en ef við förum síðan í það, hvar er sérstaðan okkar, þú veist, hvernig ættum við að nálgast þetta öðruvísi en aðrir í heiminum,
þá ég ekkert alveg vissum að öðru leyti en því að bara við eigum til að vera mjög fljóta til einhverjar tækninýjungar og höfum stundum grætt á því að einhvern veginn vera framalega í einhverju svoleiðis. En ég sé ekkert endilega að Ísland eigi hafa eitthvað forskot per se fram yfir aðra staði í heiminum í að nýta þessa tækni, nema bara að vera fljót til og skilja hana og til einhverjar almenna þekkingu sem gerist oft hraðar í litlu samfélagi eins og okkar heldur en í stórum samfélagum. Þannig að ég held kannski að þetta sé bara meira hraðan og svona þessar stuttu boðleiðir eins og oft vill verða, heldur en að það sé eitthvað sér íslenskt tækifæri við gervigreindina. Stefán? Kannski við þetta bæta sammála öllu, fyrir mig þetta hagnýting og hversu fljót við verðum að gera einmitt þetta. Ef ykkur vantar svona mælikvarða á hvernig við stöndum, þá veit ég það kannski ekki alveg, en Gartner nýbúið að gefa út vegvísi þar sem að þeir eru að reyna að hjálpa fyrirtækjum á þessari vegferð. Þar sem partur af því spurðu þeir upplýsingastjóra svona information managera í Bandaríkjunum hversu margir þeirra teldu að þeirra fyrirtæki væru undir það búin gagnalega að byrja að nýta sér þessa tækni. Og þá kom í ljós, og ég vil segja í gervigreind, sem upprunalega voru 4 flokkar, gögn og framsetning gagna var 4. flokkurinn. Það sá flokkur gervigreindar sem hefur þróast minnst, enda hafa gögn verið í rugli meira og minna alla tíð síðan, að í þessari könnun sem þið gerðu voru það 4% upplýsingatæknistjóra í Bandaríkjunum sem töldu að sitt fyrirtæki væri tilbúið gagnalega til að byrja að nýta sér þessa tækni. Mér það til efsa að þetta hlutfall sé eitthvað mikið hærra hér. En enn og aftur erum við komin á staðinn þar sem að bara rusl inn, rusl út, tökum til í gögnunum. Við erum búin að heyra þetta 100 sinnum. Fyrir mig þetta gervigreind skítamagnari. Því meira, þú fær 10 sinnum meira rusl út heldur en þú setur inn. Þannig að það ennþá meira ástæða til þess að taka til í gögnunum. Þannig að sjálfvirknivæðing ferla gerist ekki nema við eigum ferlamaskinur. Ég veit ekki neitt íslenskt fyrirtæki sem þekkir aðra viðskiptaferla í tölvukerfi heldur mögulega kvitt upp á reikninga og borga það. Og gögn, bara til hamingju, förum heim, tökum til í gögnunum, allir vinna, eða Reyndar má bæta við því að gervigreind getur verið ótrúlega góð í því að hjálpa til við að bæta gögn. Já, í sömu tilfellum, alls ekki öllum, en já, sammála. En ég meina, eitt af því sem við höfum sagt, við erum alltaf vola fá hérna í Íslandi og við getum ekki gert hitt og þetta af því að við erum svo fá. En Hjálmar, þú varst einmitt að segja það, þú gafst allt í einu bara, varst komið 10 forritar að vinna fyrir þig. Þannig að við erum þá vantilega orðin miklu fleiri. Við erum þá kannski 400.000, við erum þá, erum við orðin 1.000.000, 10 með ChatGPT eða? Er þetta þá ekki lengur afsökun? Erum við komið með þarna vinnuafl fyrir okkur? Og því að við erum með gagnaverin líka og við erum kannski farin að hætta að framleiða Bitcoin og farin að framleiða... Fyrir mig er þetta svona. Ef við vorum í meðaltali og það komin tækni sem lyftur öllum, erum við þá ekki bara ennþá í sama meðaltali? Ekki við lyftum okkur bara, notum hennar dreifara, skítadreifara. En þurfum við ekki að brjótast út úr því? Ef það er búið að lyfta þekkingu allra, þá erum við bara ennþá á sama stað við vorum. Hann er betri en hlutfallslega sami staður. En jú, kannski, það má, hlutfallslega lyftir okkur kannski ekki, en það verður ekki eins oft endilega, frágangssök að það vanti mannafl til þess að gera einhverja hluti. Það er þannig, ég sagði að ég hefði verið 10 sinnum fljótari að gera það sem ég var að gera. Það er kannski sérstaklega heppilegt þegar að einhver eins og sem er með bakgrunninn að koma inn í þetta, þetta hraðar mínu ferli inn í þetta. Ég ætla að segja fyrir kannski venjulegan forritara sem tileinka sér þessa tækni, svolítið misjafnt eftir hvað þeir að gera, þá er þetta samt kannski getur þetta verið einfaldlega 2-földun á afkastagetu. Þannig að ef við vorum með, ég man ekki hvað, 6.000 mann sem að vinna í upplýsingatækni, þá erum við núna með, þá geta þau gert 2-falt meira heldur en áður, þó þeim hafi ekki fjölgað. Þannig að það er við eigum að geta, það á sjaldnar að vera, það var sjaldnar að stoppa okkur að einhvern veginn við höfum ekki capacity til að gera hlutina. Það er hægt að finna leiðir til að gera hlutina miklu hraðar og ódýrar núna. Ok, bara frábært. Þannig að þetta er þá áskorun okkar allra, hvernig við nýtum þetta, hvernig við notum þetta til þess að stækka og kannski svona til þess að adressa þessa spurningu hjá okkur, að afsökun hjá okkur, við getum ekki gert þetta, við kunnum þetta ekki eða við erum að fá, þá er þetta mögulega tækifæri fyrir okkur Íslendinga aðeins að lyfta okkur upp á
áfram. Sko, við getum verið að spjalla hérna, við vorum með fullt af öðrum spurningum sem við ætlum að spjalla með, kannski fullt en nokkrar. Ég held að Bergur Ebbi mun örugglega henda okkur úr pontu hérna bráðum eða eigum við eitthvað eftir eða? Ég hugsa að við þurfum að halda áfram með dagskrána, þetta var virkilega fróðlegt. Ég get ekki ímyndað mér betri nýtingu á tíma að koma fróðleik á. Yes. Já, það var bara geggjað, bara takk drengi fyrir þetta og hérna bara frábært að vera hérna með ykkur og takk fyrir að vera hérna með okkur og hlusta á okkur. Takk. Kæra þakkir Haraldur fyrir röska stjórnun og öll þessi fróðleiksorð frá Stefáni og Hjálmari. Mér langaði eiginlega bara að segja amen á eftir öllu. Mér finnst það bara að vera, þeir afsökuðu sig stundum og sögðu þetta eitthvað sem þeir eru alltaf að heyra, en þetta er nú bara þannig. Þetta er bara vísdómur sem við þurfum að heyra bara mjög oft og virkilega fróðlegt og gaman að heyra þannig í byrjun þegar Stefán var að tala hann er búinn að upplifa 2 breytingaskeið í sínu faglega lífi þetta er rosa mikið lagt á miðaldra stjórnendur í dag það er ekki nóg að þeir þurfa að díla við 1 breytingaskeið í persónulega lífinu og svo eru nokkur breytingaskeið í vinnunni líka en þetta er náttúrulega bara þannig en eins og við heyrðum frá í þessum vísdómsorðum þá náttúrulega leiði gegnum þetta allt og vissulega örugglega fleiri tækifæri heldur en áskoranir en leitt að heyra að við Íslendingar séum ekki svo sérstök að við séum einhvern veginn með meiri tækifæri heldur en aðrir maður vill alltaf ímynda sér það en þarna var einmitt farið yfir þessar stóru áskoranir sem við stöndum frammi fyrir í þessu en talandi áskoran, núna er ég einmitt að við erum ekki snjallar en það stundum með tæknina og fleira núna er ég að opna næstu kynningu ég er að opna bara upp á gamla móðin það er engin ChatGPT snjall opnun á því þetta er bara komið þetta er að fara í gang hjá mér og þarf ég að passa íta og réttu takana en ég ætla að kynna næsta fyrirlesara hér og eins og ég sagði þá lagði ég fyrir fyrirlesarana spurningar aðeins þess að kynnast þeim betur og mér langar að byrja á að segja ykkur frá því að mér fer svona nákvæmlega yfir nafn og titil og þess áttar en næsti fyrirlesari hún man fyrst eftir tölvum í tengslum við tölvuleikinn Sims og maður getur einmitt svona sett fólk aðeins svona í kynslóður og fleira eftir þessum málum öllum en já, mörg ykkar kannast ekki við Sims sum ykkar bara, þetta litaði æsku ykkar ég bara er alveg viss það tók alveg yfir lífið þetta er nú ennþá til í einhverju mynd en Sims var spilaðar á tölvu sem var 10 kíló á þyngd og þetta restarta mjög reglulega tók 45 mínútur að restarta hana og þú veist, þetta er alltaf eitthvað basl allar minningar sem fólk hefur tölvur og tækni þetta er alltaf eitthvað minningar sem hafa að gera með það þegar tæknin klikkar við skulum hafa það líka í huga það er tregðan og þetta sem situr eftir sem minningar út af því að þegar ég spurði þennan fyrirlesara líka fyrstu minningar af snjallsíma þá kemur hér fram að fyrsta minningin er að allt í einu var komið tæki til þess að taka myndir af öllum tilgangslausustu augnablikum lífsins við gerðum það bara því við gátum það ótrúlega löng vídeo af engu ég veit ekkert hvað þetta efni er og hef aldrei séð það aftur hins vegar var mikil gæfa að geta nota kort í símanum og þurfi ekki lengur að nota landakort á pappír þar til síminn dó í útlöndum og ég var strandaglópur án korts en þessi fyrirlesari sem á þessar minningar er sérfræðingur hjá Rannís og hún er meðstofnandi og meðstjórnandi hjá Exist fyrirlestur hennar nefnist og hann er komin fram eða þau sitja fram þetta er allt sem búið að lænast upp hjá okkur gervigreind og íslensk nýsköpun og ég vil að þið takið sérstaklega vel á móti Kolfinnu Tómasdóttur gjörðu svo vel Góðan daginn. Það er alveg frábært að fá að vera með ykkur hérna í dag og fá að tala um þetta efni sem mér þykir svo sérstaklega skemmtilegt, gervigreindin. Og gervigreindin hefur yfirtekið umræðuna síðasta árið og er almennt talin vera eitthvað sem að fólk heldur að muni annarkvort bjarga okkur mannkyninu eða breyta okkur öllum í gæludýr fyrir framtíðar róbotana sem munu stýra heiminum. Ég vil allavega hallast að því fyrrnefnda. Ég starfa í alþjóðateyminu hjá Rannsóknarmiðstöð Íslands, Rannís, og minn aðalhattur þar snýr að upplýsingatækni. Það er nóg að vera á því sviði og í dag þá langar mig aðeins að fara yfir landslagið þegar það kemur að gervigreind og íslenskri nýsköpun. Eins og við vitum þá er gervigreindin allstaðar. Hún er í símunum okkar heima hjá okkur og ef þið eruð eins og ég þá er hún líka á Netflix-akkántunum ykkar og mælir ítrekað með heimildamyndum garðsláttuvélakeppni bara því ég horfði einu sinni á hálfan þátt garðyrkju. Þetta er allt saman gervigreindin að störfum. Hún er að ná utan okkar dýpstu óskir. Stundum heitir hún beint í mark, stundum ekki.
Þetta auðvitað miklu leyti rosalega þægilegt og samfélagsleg umræða gervigreind hefur tekið mikið stökk síðustu 2-3 árin. En þetta virkaði allt frekar hömbul og saklaust þegar umræðan var að komast á flug. Það til dæmis ekki mjög langt síðan að gervigreindin gat ekki gert greinarmun á bláberjamuffins og chihuahua hundi eða ákveðnum hundum og steiktum kjúklingi. Til að gæta sanngirni þá var líka fullt af fólki sem gat ekki gert greinarmun á því hvort hér var að ræða tuskur og samanbrotin handklæði eða hunda. Og þegar gervigreindin var fyrir nokkrum árum spurð hver væri hinn raunverulega meining orðanna I am feeling lucky, þá svaraði hún I am a potato. Við erum því eflaust öll sammála að gervigreindin getur af og til ruglast aðeins, alveg eins og við mannfólkið. En gervigreindin að knýja fram nýsköpun í hinum ýmsu geirum og ef gervigreind getur spáð fyrir sjúkdóma, þá gæti Bergureppi til dæmis fengið þær fréttir frá sínum lækni að samkvæmt nýjustu gögnum gæti verið að hann fá kvef næsta þriðjudag, svo mikilvægt að þú drekkir mikið af vatni þangað til. En gervigreindin líka farin að keyra bíla. Ég hef sjálfur reyndar ekki prófað slíkan bíl, en fékk nýlega að prófa nýja típa Volvo og gerði þau mistök að geispa undir stýri. Og það kom strax svolítið svona aggressíft píp og notification á skjáinn sem sagði að ég liti út fyrir að vera þreytt og þetta íhuga að fá mér kaffipásu. Nú ég ekki markaðssérfræðingur, það alveg klárlega eitthvað fólk hérna inni sem betra í því, en gæti bílaumboðið ekki farið í samstarf við einhverja kaffihús og þá gæti bíllinn sagt okkur að það væri 100 metrar í næsta cappuccino til dæmis. En það aldrei fleiri svið sem hafa verið að horfa til gervigreindar síðustu misseri. Norræna ráðherranefndin hefur talað fyrir því að Norðurlöndin taki sér forysstuhlutverk í hraðri þróun gervigreindar og kallar eftir sameiginlegri framtíðarsýn í málaflokknum fyrir árið 2030. Í ljósi þess að svæðið hefur lengi verið þekkt fyrir að vera í fararbroddi í stafrænni nýsköpun, þó við séum kannski ekki alveg best, séum með þróttmikið tæknihagkerfi, með rannsóknir á heimsmælikvarða á sviði gervigreindar og hátt menntunarstig meðal almennings, þá eru Norðurlöndin svæði sem hafa einkennst af markvissi nýsköpun þar sem fólk, lýðræðisleg gildi og samfélagsleg ábyrgð eru í fyrirrúmi og það gefur okkur ekki aðeins tækifæri til að vera í forystuhlutverki við þróun ábyrgrar gervigreindar, heldur það okkar skylda. Fyrir rúmu ári undirrituðu norrænu forsætisráðherrarnir yfirlýsingu stafrænan viðnámsþátt á Norðurlöndunum og fyrstu skrefin í samstarfi þvert á landamæri hafa nú þegar verið tekin með tilraunaverkefni New Nordics gervigreindamiðstöð sem byggist á tillögum frá Nordic Ethical AI Expert Group. Hið opinbera á Íslandi hefur líka tekið stór skref í málaflokknum og hefur lagt áherslu á stefnumörkun og aðgerðamiðaðar framfarir við að nýta gervigreind til að bæta opinbera þjónustu. Þá hóf Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytið meðal annars vinnu í sumar við að greina hvort gullhúðun hafi átt sér stað á EES-gerðum á málefnasviði ráðuneytisins. Og þetta bara eitt af mörgum verkefnum ráðuneytisins í aðgerðaráætlun gervigreind sem hefur unnið verið að síðustu mánuði. Og þessar áherslur endurspeglast algjörlega í okkar vinnu hjá Rannís og því langar mig að segja ykkur aðeins betur frá þeim tækifærum sem eru til nýsköpunar á sviði gervigreindar. Þá helst European Digital Innovation Hub, Digital Europe og klasir 4 Digital Industry and Space. En bara rétt svona Rannís fyrir þau ykkar sem ekki þekkja til. Þá Rannís opinber stofnun sem var sett upp árið 1994 og heyrir í dag undir Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra. Stofnunin styður við rannsóknir, nýsköpun, menntun og menningu á Íslandi og hefur umsjón yfir fjölbreyttum styrkjum. Rannís sér einnig þátttöku Íslands í alþjóðlegu samstarfi á þessum sviðum, safnar og miðlar upplýsingum við sérstaka áherslu á vísindamiðlum og vinnur með ráðherranefnd og vísinda- og nýsköpunarráði að innleiðingu á opinberri vísinda- og nýsköpunarstefnu. Það alveg frábært að heyra undir ráðherra sem með mikinn áhuga og djúpan skilning á gervigreind og ég get alveg sagt að það gerir starfið klárlega miklu skemmtilegra. En European Digital Innovation Hub eða miðstað stafrænnar nýsköpunar á Íslandi samstarfsvettvangur sem sameinar innlenda sérfræðiþekkingu og getu í gervigreind, notkun ofurtölva og netöryggi til að efla stafræna nýsköpun, bæði í opinbera geiranum og einkageiranum. Samstarfsnetið miðar að því að stuðla að stafrænni umbreytingu í hinum ýmsu atvinnugeirum og hugsuð sem brú á milli Íslands og Evrópu þar sem umferðin liggur í báðar áttir. Að þessu verkefni hér á landi standa Auðna Syndís Origo, Háskóli Íslands, Háskólinn í Reykjavík og Rannís.
En EDI á Íslandi hluti af 260 EDI-netum innan Evrópu og tengiliður fyrir íslensk verkefni við evrópskan markað. Miðstöðin stuðlar að frekari menntun, þekkingu og færni á sviði upplýsingatækni og býður hvort tveggja upp á fjölmarga fræðsluviðburði sem eru opnir almenningi sem á sérhæfða þjónustu fyrir fyrirtæki sem eru að hasla sér völl á sviði upplýsingatækni. Og ásamt því að vera tengiliður þá EDI með þríþætt áherslusvið í sinni þjónustu. Það fyrsta þróun og prófun, en það þjónusta sem ætluð litlum og meðalstórum fyrirtækjum annars vegar og opinberum stofnunum hins vegar. Ef þú ert til dæmis með hugmyndalausn, vöru eða þjónustu, þá gæti gervigreindin verið lykillinn að árangri. Þú veist það kannski ekki alveg hvernig gervigreind þú vilt nýta eða hvaða gagnasett þú þarft. Ef þú ert til dæmis með viðkvæma hugmynd og þarft aðstofa að finna út hvernig þú tryggir öryggi og hvað þarft að hugsa eða þarft aðgang að reikniafli til að prófa ákveðinn hluta hönnunarverkefnisins, þá getur þú heyrt í okkur og við sérsniðum fyrir þig þjónustu. Svo erum við með stafrænt hæfnismat sem gengur út á það að meta hvar fyrirtæki og stofnanir standa í stafrænni umbreytingu og hvort þú geti nýtt sér tækni og þjónustu EDI til að halda þeirri vegferð áfram. Með því að fara í gegnum svona stafrænt hæfnismat þá geta fyrirtæki og stofnanir tekið upplýstar ákvarðanir hvaða lausnum ætti að sækjast eftir, geta forðast stýrimistök með því að koma auga á hugsanleg vandamál snemma og tryggja að stafræn umbreyting þeirra sé í takt við stefnumótandi markmið og núverandi tæknilegt landslag. Og hæfnismat á netöryggi gengur út á að meta hvar fyrirtæki og stofnanir standa, hvort þau geti nýtt sér tækni og þjónustu EDI til að halda áfram á þeirri vegferð. Og til að segja ykkur öllum þetta hérna inni sem eru með fyrirtæki, þá öll þessi þjónustu ykkur að kostnaðarlausu, þannig að endilega nýtið ykkur þessa góðu þjónustu. Og hjá Rannís þá sjáum við vinnupakka sem kallast Access to Finance í þessu prógrami, en undir þeim hatti framkvæmum við stafræna hæfnismatið sem ég nefndi áðan og það gerir fyrirtæki og stofnunum kleift að sjá hvar þau standa miðað við aðra aðila í Evrópu. Og það samt mjög gaman að segja frá því að hingað til þá hafa íslensk fyrirtæki verið að skora hærra heldur en meðaltalið í Evrópu, þannig að við erum allavega góð í einhverju á þessu sviði. Og þetta hefur verið rosa gagnlegt fyrir aðila sem eru í einhverjum stafrænum umbreytingum eða að hugsa að hefja slíkt verkefni. Þá kortlögðum við nýlega allt fjárfestingaumhverfið á Íslandi og aðilar eiga þannig auðveldara með að sjá hvar hægt að sækja fjármagn eftir að þeir hafa vaxið upp úr styrkjunum. Við höfum verið duglega að halda áhugaverða viðburði þegar snýr að aðgangi að fjármagni fyrir íslensk verkefni sem vilja einblína á Ísland sem og á alþjóðlegan vettvang. Og vinnum náið með fjölda samtaka og höfum til að mynda verið í góðu samstarfi við ISPAN, nýstofnuðu samtök englafjárfesta á Íslandi. Miðstöð stafrænnar nýsköpunar vinnur einnig náið með Enterprise Europe Network en þjónusta EEN mjög fjölþætt og sniðin að þörfum viðskiptavina. Svo ef við sjáum til dæmis að ákveðin verkefni gætu gagnast af annars konar þjónustu heldur en stafrænni aðstoð, þá beinum við þeim til EEN en þau sitja bara á næsta skrifborði við mig í Borgartúninu og eru hérna bara út í horni líka ef þið viljið heyra þeim á eftir. En EEN-teymið hefur einnig verið að kortleggja þá erlendu styrki sem í boði, verið með fyrirtækjagreiningar, sérsniðin fyrirtækjastefnumót og aðstoða við að finna samstarfsaðila erlendis og starfar að gera 450 skrifstofur í 55 löndum. Þessi þjónusta fyrirtækjum líka alveg að kostnaðarlausu. Og svo að fjármagninu sem nú grundvöllurinn á þessu öllu. En Digital Euro Program tiltölulega ný styrkjaáætlun sem leggur áherslu á að auka aðgengi að stafrænni tækni til fyrirtækja, einstaklinga og opinberra aðila. Markmiðið að takast á við stafræn umskipti og áætlunin veitir stefnumótandi fjármögnun til verkefna á þessum 5 lykilsviðum sem eru ofurtölvur, gervigreind, netöryggi, stafræn hæfni og nýting stafrænna lausna. Heildar upphæð styrkjana fyrir þessi 5 lykilsvið árin 2021 til 2026 rúmlega 7,5 milljarðar evra og þaraf 2,1 milljarður evra eyrnamerktur gervigreind. Til að sýna okkur að þetta hægt, þá hefur árangurinn hingað til fyrir íslenska aðila í Digital Europe prógraminu verið nokkuð góður, en á þessari stundu hafa alls 3 innlend verkefni hlotið styrk og 4 alþjóðleg verkefni þar sem að íslenskir aðilar eru þátttakendur. Í innlendum verkefnum þá það stafræna nýsköpunarmiðstöðin, þekkingarmiðstöð netöryggis og Defend Iceland sem ég held að mörg ykkur þekki.
en Defend Iceland hlaut eitt stærsta einstaka styrk sem gefinn hefur verið upp á rúmar 2 milljónir evra. Og alþjóðlegu verkefnin sjáum þið hérna á skjánum líka. Það fjölmörg spennandi tækifæri framundan og klasi 4 í Horizon Europe leggur einnig áherslu á gervigreind í sínum styrkjum árið 2025. Það sem ESB kallar eftir verkefnum sem nýta gervigreind til að takast á við samfélagslegar áskoranir til að auka samkeppnishæfni. Og í þessu átaki verður lögð áhersla á gagnagæði, siðferðisleg sjónarmið og samvinnu á milli geira. Verkefnin eiga að stuðla að samfélagsuppbyggingu með hjálp gervigreindar samhliða því að vera í takt við samfélagsleg og efnahagsleg markmið Evrópu. Ákveðin þemu munu fá 100% fjármögnun þegar kemur að rannsóknar- og þróunarverkefnum, svo þetta er klárlega eitthvað til að skoða. Þegar við fögnum gervigreindinni og nýsköpuninni þá tel ég mjög mikilvægt að við séum opin fyrir því og tökum henni samt kannski með örlítið tortryggni. Því öryggisins vegna er auðvitað gott að vera með axlabönd og belti þegar við sem samfélag fetum þessar ótrúnu slóðir. Gervigreindin er ekki hér til að skipta okkur út, að minnsta kosti ekki ennþá. Hún getur hjálpað okkur að finna nýjar leiðir, auðvelda okkur lífið og mögulega, vonandi, getur hún fljótlega farið að raða í uppþvottavélina fyrir okkur. Það er búið að vera frábært að vera hérna með ykkur. Ég vona að þið kynnið ykkur enn frekar þessa styrki sem eru í boði, bæði innanlands og erlendis. Ekki hika við að hafa samband ef þið hafið einhverjar spurningar eða grípið mig fram í pásunni. Ég er alveg handviss að hér inni séu margir hugmyndasmiðir og þetta er bara ykkar tákn að keyra á nýja hugmynd. Takk fyrir. Já, kæra þakkir Kolfinna og endilega, ég hvet ykkur einmitt til þess að hafa samband við hana og aðra fyrirlesara hér í dag. Við ætlum einmitt að fara að taka 10 mínútna hlé, ætlum að koma hérna aftur 5 mínútur yfir. Njótu vel.
Komið sæl aftur. Þá setjum við að stað síðari hálfleikinn á þessum frábæra viðburði, á þessum fallega morgni hérna á Grand Hotel og ég heilsa ykkur aftur sem að eru við skjáinn. Ég veit að þið fóruð ekki langt, þið eru kannski búin að fá ykkur kaffibolla. En hér viljum við svo sannarlega vera og fylgjast með, enda mikið fróðleik hér, allt í takt við einhverjum orð, stjórnvísi. Fræðsla þar eitt af lykilgildunum og ég get líka sagt ykkur, ég sé svona stóra atriði í þessu öllu, sérstaklega fyrir ykkur stjórnendur á þessu breytingaskeiði sem við erum að ganga í gegnum, að sjálfsögðu að reyna að öðlast eitthvað sjálfstraust og ég held að þetta sé ekkert endilega þannig að fólk hafi einhverjar heimsenda áhyggjur þegar kemur að gervigreind eða að öll störf muni hverfa. Hins vegar það náttúrulega óþægilegt að vera í þeirri stöðu ef maður er stjórnandi að vera alltaf að elta. Tæknin það hröð að þú ert einhvern veginn alltaf að ekki alveg viss hvaða ákvarðanir þú eigir að taka því að þið líður eins og einhver annars búinn að sé á undan þér og þú ert alltaf svona aðeins í farþegasætinu. Og það náttúrulega gott, það gott að efast og góðar ákvarðanir eru byggðar og grundvallaðar náttúrulega á því að vera ekkert allt og vissir sín í sök í gegnum allt ferlið. En hins vegar mjög gott að í stóra samhenginu og svona almenna máta að öðlast smá sjálfstraust. Og nú ég eiginlega að tala umfram bara það sem stjórnendur ætti að gera, heldur bara við mannfólk almennt þurfum líka að vera dugleg að tala tækni á okkar forsendum, mannlegum forsendum og hvað við raunverulega viljum og hvað samræmist okkar gildismati og hvað ekki. Við finnum það alveg að eins og samfélagsmiðlar sem einmitt kannski bylting sem að reið á undan þessari sem að nú varðandi gervigreindina, búin að vera með okkur, samfélag okkur næstu í 20 ár. Við erum kannski fyrst núna átt okkur á því að við viljum kannski ekki endilega alltaf deila öllu og það eru alls konar innbyggð gildismöt sem voru sett inn í samfélagsmiðla á sínum tíma fyrir 20 árum. Þetta eru þeir flestir stofnaðir í háskólasamfélögum í Bandaríkjunum, þar sem allir bara vilja kynnast öllum og deila öllum sínum innstu markmiðum. Og kannski samrýmist ekkert endilega alltaf okkar grunngildum til lengri tíma. Og við náttúrulega erum alltaf smá tíma átt okkur á þessum hlutum. Og núna bylting í gangi og hægt að gera alls konar hluti og auka framleiðni og sjálfsögðu það bara gott og ég held að sé náttúrulega meira og minna allt saman jákvæðar hlutir sem munu koma út úr því og líti alls ekki svo á að það snúist bara það að fólk sé að missa störf, heldur einmitt það skapast eitthvað ráðrúm til þess að kannski fara og gera eitthvað nýtt og hugsa dýpra og lengra og þið stjórnendur og fólk sem framalega í atvinnulífi náttúrulega bara líta á þetta sem tækifæri fyrst og fremst en auðvitað á líka eftir að koma í ljós þegar framlíða stundir. Það alls konar hlutir sem hafa að gera með aukna framleiðni og ákvarðanir sem við erum að taka núna sem við kannski bara viljum ekki að þeir samræmast ekki okkar gildismati sem samfélag og hvað við viljum vera og standa fyrir. Þannig að ég held að stóri tilgangurinn með svona viðburði náttúrulega bara auðvitað sjálfstraust í að geta talað þessa hluti og bara lært tungutakið og mér fannst það eru framsögur sem hafa verið hérna og umræðurnar fyrir í dag það svo gott að hugsa þetta bara út frá því að við erum bara fólk og við erum að tala þessa hluti í okkar takti og á grundvelli okkar gildismats. En við ætlum að halda áfram með prógramið hér og eins og ég sagði þá lagði ég fyrir framsögu fólk spurningar þeirra fyrstu minningar af tölvum og næsti fyrirlesari nú bara með mjög einfalt svar við því. Fyrsta minning af tölvum í kringum 1983-84, PC-tölva MS-DOS, ekkert flókið við þetta, fyrsti snjallsíminn, iPhone 2007. Hún svokölluð early adopter, eins og maður myndi kalla það sko. Þetta bara að fá sér iPhone 2007, það alveg svakalegt dæmi. Það bara eins og bara Steve Jobs hafi bara rétt inn í hann persónulega sko, á sínum tíma. Flestir biðu smá skeptískir í 2-3 ár áður en þeir fóru að nota þetta galdratól en að sjálfsögðu var kom þetta nánast í fullskapað eins og af himnum árið 2007 og ótrúlega áhugavert dæmi. En við ætlum að fá að fræðast aðeins verkefni og fyrirtæki sem að hún starfar hjá. Fyrirlesturinn nefnist Vegferð orkunnar, snjallari greiðslulausnir og það forstjóri orkunnar sem ætlar að flytja okkur það og ég vil taki einstaklega vel á móti Auði Daníelsdóttur. Gjörðu svo vel. Já, komið sæl. Ótrúlega gaman að vera með ykkur inn í dag og við erum einhvern veginn á svo áhugaverðum tímum og það virðast einhvern veginn bara óendanlegir möguleikar til þess að ná árangri með nýrri tækni. Og mér var svolítið gaman þegar Stefán og Hjálmar voru áðan að tala að Hjálmar fór aðeins aftur í tímann og voru að tala hvernig tæknin hefur komið í fiskvinnslu og störfin hafa breyst. Og ef við hugsum bara Bandaríkin þá
þá voru þau 76 milljónir í kringum 1900 og það var 40% þjóðarinnar sem voru bændur. Og í dag eru Bandaríkin einhver 340 milljónir og það eru 1% sem eru bændur. Þannig að þessar breytingar hafa verið ótrúlegar. En það virðist ekki vera, störfin hafa bara breyst og færst til eins og hefur komið fram. En það er áhugavert líka í þessu samhengi að skoða kynslóðirnar og munin á þessum kynslóðum sem eru í dag að njóta þjónustu og kaupa vörur og þjónustu hjá okkur. Og ef við tökum hérna baby boomers versus Z-kynslóðina, þá er það bara ólík nálgun hjá þessu fólki og það er ólíkt umhverfi sem þau hafa alist upp í. Og Z-kynslóðin, það tala að hún sé frá 96 til 2012 og svo það hérna millennials sem þar á undan. Og millennials kynslóðin kannski þessi kynslóð sem þróaði þær lausnir sem að Z-kynslóðin bara alin upp við í dag og starfar í dag og bara þekkir ekkert annað. Þannig að Z-kynslóðin hefur raun og veru komið inn í bara vel mótað stafrænt umhverfi. Þannig að þetta svona svolítið til munur á þessum kynslóðum og það er líka talað að þolinmæðin, hún minni hjá þeim sem yngri eru. Það er meiri þolinmæði hjá þeim sem eldri eru. Og ef við horfum á Z-kynslóðina áfram, sem auðvitað bara stækkandi kynslóð, þá hún útsett fyrir þessum stafrænu lausnum og samfélagsmiðlum og það allt í símanum. Og þannig hefur það bara verið allt þeirra starfslíf. Þannig og áhrifavaldar til að mynda sem eru orðin bara stétt alls staðar, hefur miklu meiri áhrif á Z-kynslóðina heldur þær sem eldri eru. Þannig og það sem við líka vegna þess að við hefum aðeins verið að skoða rannsóknir og var að lesa rannsókn frá McKinsey til að mynda, að þá líka talað að þessi hópur, Z-kynslóðin, hún tikkar mikið fyrir því bara hvernig sjálfbærni málum háttaði fyrirtækjum. Í hvað eru fyrirtækin að setja styrkja, hvaða málefni eru fyrirtæki að styrkja til að mynda? Þannig að hvert kolefnissporið? Þannig og hvernig bara hugsa þetta fyrirtæki eins og ég? Þannig að þetta svolítið skemmtilega pælingar og þá kemur einmitt að því að við þurfum að aðlagast og við þurfum að aðlagast hratt. Og það akkúrat það sem við hjá Orkunni höfum verið að leggja áherslu á. Það að átta okkur á þessum mismunandi hópum sem að kaupa á okkur vöru og þjónustu og hvernig best að nálgast þessa hópa. Þannig og við þurfum að vera lausnamiðuð, við þurfum að vera til staðar og við þurfum að sjálfsögðu hlusta á okkar viðskiptavini, alltaf. Þannig að þessi upplifun eða þjónustu upplifun sem við erum í raun og veru að skapa hjá okkar kúnnum, þá þurfum við að átta okkur á þessu og í okkar tilfelli hjá Orkunni þá viðskiptavinamengið þeir sem nota ökutæki. Og við erum svona að horfa til þeirra sem eru á ferðinni og hvernig getum við þjónusta þann hóp sem best. Og við horfum til einfaldleika og snjallra lausna. Það hefur verið svona okkar vegferð og við sjáum það líka í þessum rannsóknum sem við höfum verið að skoða að vegna þess að við erum sjálfsafgreiðsla og við erum best í sjálfsafgreiðslu. Og þá sjáum við í þessum rannsóknum að sjálfsafgreiðslan, hún hentar öllum kynslóðunum sem ég fór yfir áðan, en skilaboðin til þessara kynslóða eru mismunandi. Við tökum þetta inn með mismunandi hætti og þá er það okkar að aðlagast því. Réttilega að koma að því hvað við erum. Við erum félag sem var stofnað 2021 í desember, þannig að við erum að verða 30 ára og það var í raun og veru uppskipting á gamalgrónu eldsneytisfélagi sem að mér bara svolítið áhugavert að pæli að þetta er raun og veru mjög djörf ákvörðun að taka gamalgróið eldsneytisfélag og skipta því upp í 3 ólík félög, eða ekki ólík kannski, en það eru ólíkar áherslur. Og við hjá Orkunni erum sjáum bara hvernig þessi stöð upp á Vesturlandsvegi er orðin bleik og falleg og við höfum líka lagt áherslu á það að ekki bara lýsingu og litin og allt sé hreint og fínt, heldur líka aðgengi fyrir alla. Og við höfum unnið með Haraldi í Römpum upp og þeirra gengi þannig að það er öllum fært að taka hjá okkur orku í hvaða formi sem það er. Við spurðum líka gervigreindina, hvernig lítur bleik framtíð út? Mér finnst það bara mjög flott. Þetta er svolítið smart. Og ég hendi líka inn í gervigreindina
eins og búið að vera að tala um hérna í morgun. Og ég spurði þessara spurningar, hvað er snjallvæðing á bensínstöð? Og þá kemur að því að það er sem sagt sjálfsafgreiðslukerfi, snjallforrit og greiðslulausnir, og við getum tjekkaði þetta, rafhleðslustöðvar fyrir rafbíla, og við erum komin á flegi ferð í orkuskiptin og erum komin með rafhleðslur á 10 stöðum, 8 í borginni og 2 út á landi. Sjálfvirk viðhaldskerfi, þar erum við líka, og snjallskilti og auglýsingar. Og markmið með snjallvæðingu á bensínstöðvum er að auka þægindi fyrir viðskiptavini og bæta rekstur. Þannig að við tengjum bara mjög vel við þetta, þetta er mjög smart. En hver eru við? Við erum rétt 20 manna hópur sem að störfum í orkunni. Við erum á skrifstofunni og svo erum við með teymi sem að sinnir því að stöðvarnar okkar séu hreinar og fínar og þær virki og það sé allt hérna eins og það á að vera þegar þið komið. Og það er mjög skemmtilegt með þessa stöð að þetta er á Laugaveginu þar sem næturvaktin var tekin upp og Brauðakóin alltaf með sitt frábæra lúu bakari, að þar tókum við niður eina bensíndælu og settum hraðhleðslu í staðinn. Og eins og ég ætla að koma aðeins inn og eftir, þá getur þú greitt með hvaða raunveru hætti sem þú vilt og það er engin breyting hjá okkur. Þannig að hvort sem voru að taka bensín, dísel eða rafmagn, þá greiðurum með sama fyrirkomulagi. Þannig að þetta er bara ný vara á dælu, eins og við köllum það. Þannig að þetta er á að vera einfaldleikinn og það er það sem við stöndum fyrir. Við erum að bjóða alla 5 orkugjafana og erum eina félagið á markaðnum sem gerum það í dag. Þannig að við erum með bensín og dísel, við erum komin eins og segja orkuskiptin, við erum með vetni og við erum með metan. Okkar markmið er að þjónusta ökutæki, eins og ég kom inn á það líka, með einföldum hætti, gott aðgengi og snjöllum lausnum. Þetta hefur verið okkar svona mantra allan tíman. Við eigum bílaþvottafyrirtæki Löður og það er líka áhugavert að taka það sem dæmi vegna þess að í dag getur þú keypt bílaþvott í áskrift. Það er raun og veru fyrsta sinna tegundar líka hér. Við eigum helmingshlut í vetnisfélaginu Blæ og þetta er líka partur af þeirri vegferð sem við erum á. Og svo eigum við förum eignarhlut í Strömlind sem er raforkusali og mjög snjall raforkusali. Og allt okkar rafmagn kemur eðlilega frá Strömlind í því sem við erum að vinna með. Vegferðin hefur verið snjöll og svo getur maður spurt sig hvað er snjallt við bensín og hvað er snjallt við þessa vegferð. Við fórum af stað með Apple Pay og Google Pay og vorum fyrst á markaði með þá lausn. Og það gátum við gert vegna þess að við höfum tekið upp mjög snjallan og flottan dælubúnað árið 2019 sem gerir okkur kleift að tengja lausnir við þennan dælubúnað. Þannig að við getum þjónustað ykkur betur hvað það varðar. Það má líka nefna þarna á þessari tímalínu sem er alveg áhugaverð að skoða að við erum með sjálfvirkar greiðslur og það, ég held að Stefán hafi komið inn á það áðan eða Hjálmar með þessa sjálfvirku greiðsluleiðir í hraðhleðslum og það erum við að bjóða í gegnum E1. Þannig að við erum fyrst á markaði með þá lausn. Þannig að þú getur bara komið, pluggað og svo keyrir þú bara í burtu. Nú við ákveðum líka að setja lykilinn í símann og þar unnum við með fyrirtækinu Leikbreytir og það kannski kemur að því sem ég sagði áðan, við erum bara 20 starfsmenn í orkunni en við höfum ákveðið að skipta við sprotafyrirtæki sem eru bara miklu færari og klárari í þessum einstöku þáttum heldur en við. Við erum góð í að veita þjónustuna og byggja þetta upp og vitum hvað kúnninn vill og þá er gott að vera með góða aðila með sér. Við erum líka eina félagið sem getum boðið upp á netgíró-lausn eða fyrir netgíró-viðskiptavini. Þeir geta ekki farið annað en til okkar og það er bara vegna þess að við erum með góðan dælubúnað sem auðvelt er að tengja við. Og við erum komin í samstarf við Landsbankann líka. Þannig að vegferðin hefur sannanlega verið snjöll. Og þarna sjáum við líka bara þessar greiðsluleiðir. Þetta hefur verið svona okkar leið og við tókum ákvörðun í raun og þetta var bara meðvituð ákvörðun það við ætlum ekki að fara í app til að mynda. Þannig að við segjum bara, við erum bara einfalt
með einfalt fyrirtæki eða við viljum bara veita þjónustuna með einföldum hætti og snjöllum hætti. Þannig að við vildum ekki festa viðskiptavini inn í því að bæta öðru appi við í síman hjá sér. Og við segjum bara að þetta á að vera einfalt og þú átt að geta greitt með hverju sem er. Við viljum vera snjöll. Og við töldum okkur raun og veru geta varið þeim fjármunum. Það er dýrt að setja upp app og það festir mann svolítið inni. Það getur virkað á sumum stöðum vel og við erum til að mynda með það í lögri. En við vildum ekki fara þá leið í eldsneytinu eða í orkunni. Þannig að við settum kortið í síman og eins og allir vita þá er þetta bara 12 kr. Afsláttur með orkulykilinn. Þannig að þetta er raun og veru okkar vegferð og við teljum í raun að appið hafi litlu við að bæta því sem að raun og veru heimasíðan okkar getur gert. Þannig að við teljum að þetta veitir okkur meiri sveigjanleika og þetta er bara mjög einfalt. Ég hitti mitt einn í hlénu áðan sem var að spyrja mig hvernig set ég kortið í síman. Þannig að hér er lausnin komin. Nú við erum í þessum rannsóknum okkar, þá höfum við líka verið að skoða hvernig vill viðskiptavinurinn hafa samskipti við okkur og hvernig vill hann versla við okkur. Og við erum eins og ég segi fyrirtæki í sjálfsafgreiðslu og 73% viðskiptavina samkvæmt rannsóknum vilja geta afgreitt sig sjálfir og 91% vilja geta leyst úr málunum sjálfur á netinu. Þá kemur aðeins kynslóðamunur þar inn, en þetta er mjög áhugavert og þetta raun og veru keyrir okkur áfram í því sem við erum að gera. Að skapa áfram þessar lausnir með þessum aðilum sem að raun og veru, eins og ég sagði áðan, þekkja þetta miklu betur heldur en við. Og ef þú ert að hlaða bílinn, taka bensín, þá notar þú sömu greiðslulausnir. Þannig að og við erum með öflugan búnað þannig að það er bara nóg af stæðum og við viljum hafa þetta þannig að það sé einfalt fyrir ykkur að eiga þjónustu við okkur. Við fengum þessa viðurkenningu á síðasta núna í upphafi árs sem við erum einstaklega stolt af. Við urðum hástökkvari ánægjuvogarinnar yfir öll fyrirtækin og þetta gefur okkur líka bara kraft í það að halda áfram á þeirri vegferð sem við erum á. Við erum stolt af okkar vegferð og við erum auðvitað gríðarlega ánægð með það að viðskiptavinir okkar séu líka ánægðir. Þannig að þetta er framtíðin, hún er bleik og falleg. Þannig ég segi bara megi orka að vera með ykkur í dag og aðra daga. Kæra þakkir Auður fyrir þessa frábæru kynningu. Nú, næsti fyrirlesari rekur sína fyrstu minningu tölvur allt til ársins 1981. Hann hefur nú ekki verið hár í loftinu þá, gerir ég ráð fyrir. Þegar hann forritaði og stimplaði inn úrkennslubók stutt lag í tónaformi í Z80 Assembler og Microprocessor og MPFI tölvu. Já. En fyrsta minningin af snjallsíma, þar nefnir hann það, hann hafi verið tæknistjóri hjá fyrirtæki í London sem þróaði fyrstu 3D leiki fyrir snjallsíma í nánu samstarfi við Nokia og ARM, til dæmis snjallsíma Nokia N60. En sjálfur fékk hann sér ekki snjallsíma fyrir 2008 því honum fannst betra að vera með einfaldan Nokia feature síma. Og mér finnst þetta að segja líka mikla sögu að margir sem eru mjög framalega í tækni, þeir bíða samt eftir því að þetta verði svona aðeins búið að taka út núansana í þessu öllu og áður en þeir hætta sér út í þetta sjálfur. En núna er ég að fara að kalla fram fyrirlestur hans í formi á glæruforminu og nú erum við aftur einmitt að tala tækni og svo skemmtilegan hátt en Arnar tæknimaður sagði að ég ætti að ýta á Ctrl-L, ekki satt? Og það er, ég veit ekki hvað er að opnast hérna hjá mér á skjánum sko, það er bara gott að ég er að forða eitthvað frá því en þetta er allt saman að gerast. Fyrirlestarinn er tilbúin hérna, Arnar tæknimaður ætlar að græja þetta, er það ekki? Mér finnst svo gaman að kynna fólki eins og Hemmi Gunn gerði alltaf í gamla daga, enda alltaf á því að segja nafnið og að fá almennilega kynningu. En ég hætti sem tilbúin að taka mótorinn núna. Hann er forstjóri Citizens Foundation, erindi nefnist gervigreind, straumar og stefnur, takið vel á mótornum, það er Róbert Bjarnason. Gjörðu svo vel. Aðeins að fá mér vatn hérna. Það er gaman að sjá ykkur öll og takk fyrir þessa frábæru kynningu.
Já, ég rek Citizens Foundation sem tæknistofnun sem búin að vera í gangi síðustu 16 ár og sem að vinna í því að búa til tækni fyrir samráð og fyrir gervigreind sem að vera því að bæta ákvörðunartöku hjá stjórnvöldum og almenningi saman. Og en núna á þessu ári ég nýbúin að stofna fyrirtæki með góðu fólki sem heitir Evoli sem að taka þessar sömu opnu tæknilausnir og bjóða þær til fyrirtækja og hjálpa til við að fjármagna tæknistofnunina líka. Þetta þessi frægatölva, Z80 MPF1 og þetta var nú ekki stór skjár á þessu en þannig byrjaði 81 og fyrsta gervigreindarforritið sem ég þróaði var 87 og þá var þetta gervigreindarforrit sem að sáum það að leigja út borð á biljartstofu og það gekk út á það að gervigreindin stýrði ljósinu fyrir ofan borðið. Þannig að fólk kom og það borgaði og síðan slokknaði ljósið þegar peningur var búinn og þá kallaði fólk, herru, geturðu kveikt ljósið? Og þá kallaði starfsmaður tilbaka, nei, herru, tölvan segir nei. Þannig að þetta var svona þetta fyrstu þeim dæmum. En síðan 93 stofnaði ég með góðu fólki Miðheima, Centrum.is sem var fyrsta internetþjónusta á Íslandi, sem auglýsing frá okkur á 94, allur heimurinn innanbæjar og 30 milljón manna markaður. En síðan var ég í 16-17 ára erlendis. Það var með í San Francisco sem ég þróaði eitt fyrsta lifandi snjallmenni, það var svona chatbot, Agent Ruby, árið 2001, sem hluti af stafræna safni San Francisco Museum of Modern Art. Þetta unnið sem svona listaverk, líka svona tæknilistaverk. Og talandi Sims, að þá var ég með bjóði til fyrstu farsímútgáfuna Sims árið 2005 sem var algjör náttúrulega alveg klassískur gervigreindarleikur, svona agentaleikur og en síðan var ég í London mitt og bankahrunið skall á og sem var mjög dramatískt náttúrulega en ég gat ekkert mótmælt eða neitt, ég var bara í London og var alltaf að mótmæla heima þannig að ég byrjaði með góðu fólki að hugsa þessa hugmynd hvernig getum við nýtt tækni og samráð til þess að auka gæði ákvörðunartöku hjá stjórnvöldum. Og þannig að við byrjuðum að vinna í því og unnum í Reykjavíkurborg árið 2010 að setja betri Reykjavík í loftið og síðan verkefni eins og Hverfið mitt og Okkar Kópavog og það einmitt skemmtilegt, það hugmyndasöfnin einmitt í gangi núna í Okkar Kópavogi akkurat þessa tíma, ég mæli með að þið búið í Kópavogi að taka þátt. Unnið líka í 45 löndum og allir hugbúnaðurinn er opinn þannig að fólk getur notað hann og nú dreifst ég víða þar með skoska þinginu og gert verkefni í mörg í Bandaríkjunum, Oakland og fleiri. En gervigreind hefur verið samofin þróuninni á hugbúnaðinum í gegnum allir þessi ár. Og það fyrsta sem við settum inn í lausnina var árið 2014 voru vélþýðingar. Það var svona eins og var bara inn í Google Translate. Og ástæðan var sú að árið 2014, eftir að hafa verið með Betri Reykjavíkurverkefni í gangi 4 ár með Reykjavíkurborg, að þá voru fluttir mjög margir til Reykjavíkur sem töluðu enga íslensku að vinna í túristafransanum. Þannig að þannig að Reykjavíkurborg var að spája að setja upp enska heimasíðu og lettneska og svona, en við allavega samfélagum að nota vélþýðingar, machine translation, og það hefur virkað mjög vel síðan. En síðan höfum við verið að bæta við svona í gegnum árin, alls konar greiningum á efni og svoleiðis, og spjallmönnum en núna síðasta árið höfum við verið að vinna í það sem við kallum gervigreindarfulltrúa eða AI agentar og ég ætla að tala aðeins það svona mest í þessari kynningu. Hvað eru gervigreindarfulltrúar, hvernig geta þeir hjálpað fyrirtækjum og stofnunum að nýta sér gervigreind. En við byrjuðum fyrir 1,5 ára síðan að þróa lausn sem heitir PolicySynth og snýst það að hagnýta gervigreind til þess að framkvæma flókin vinnuferli. Og ástæðan fyrir því að við byrjum að þróa þetta með okkar samstarfsaðilum í Bandaríkjunum sem heitir The GovLab og svo að við vinnum mikið með stjórnvöldum í því að leysa stór og flókin vandamál og það ferli sem hefur haft góða reynslu síðustu 10 árin sem heitir Smarter Crowdsourcing og við nýttum gervigreind til þess að sjálfvirkni væða þetta ferli. Og þetta gengur út á það að fyrst vandamáli skilgreint, síðan finnur lausnir og greinir lausnir og síðan breytur lausnunum í aðgerðir. Og það fyrsta sem við
Já, og í rauninni sko grunnurinn í þessu er að nýta sameiginlega þekkingu samfélagsins og gervigreindar til þess að leysa saman erfiðustu vandamáli sem eru í samfélögum. Og fyrsta verkefni okkar fyrir ári síðan þá unnum við með Democracy Fund í Bandaríkjunum í að þróa lausnir og til þess að vinna á móti misnotkun réttarkerfis og kosningaofbeldis í Bandaríkjunum og gervigreindin var notuð til þess að leita til á netinu og þróa áfram lausnir sem að síðan voru nýttar til þess að fjármagna verkefni af Democracy Fund og það er náttúrulega að koma kosningar í Bandaríkjunum eftir bara nokkra vikur, eða fyrir nóvember og fólk hefur mjög miklar áhyggjur af þessu í Bandaríkjunum sem betur erum við ekki alveg komin hingað hérna á Íslandi. En þá til dæmis gefur maður þessum gervigreindarfulltrúum lýsingu á vandamálinu. Gervigreindin leitar á netinu 1000 vefsíða, það tekur heilan dag að leita og til þess að leita fyrst að hugsanlegum rótarorsökum sem það er síðan staðfesta. Síðan leitum við á lausnum líka sem hluta þessu og síðan notum við svona gervigreindarfulltrúa til þess að raða og meta lausnum. Og einföld leið til þess að hugsa svona gervigreindarfulltrúa eða AI agents að hugsa þetta bara sem svona flæðiritt. Þetta bara svona vinnuflæði, bara gamaldags flæðiritt að fyrst það maður að gera þetta og síðan það maður að gera þetta og síðan það maður að gera þetta. Og það geta tengt gervigreindina svona saman og búið til svona ferli til þess að sjálfvirknivæða mjög öflugt og að verða öflugri og öflugri eftir því sem gervigreindin sterkari og sterkari. Og það við Google Policy Synth og Fast Company og það grein síðan í janúar þetta verkefni og ef þið googlið, leitið á netinu, kannski allar nota að googla það, ef þið leitið að Policy Synth og Paper þá hérna vísindaritt sem við gáum út þetta. En hvernig hjálpa gervigreindin? Jú, það er að samþætta gervigreindina við fólk, við ferla og gögn. Og það skiptir öllu máli og þessi hugmynd það að hvernig getum við unnið með gervigreindinni. Sem sagt og hérna eru 2 dæmi, ég ætla að sýna ykkur. Annað dæmi hvernig gervigrindarfulltrúar nota með stjórnvöldum og það við talað hérna gullhúðun áðan og við unnum verkefni fyrir Háskóla nýsköpunar og iðnaðarráðuneyti þar sem við notum svona gervigrindarfulltrúa til þess að finna gullhúðun þar sem verið að taka lög úr evrópskum reglugerðum og bæta ofan á þær. Og ég ætla nú ekki að fara í detail en þetta búið til bara sem svona ákveðið flæði þar sem við förum fyrst og finnum lögin og svona og síðan fyrir hver einustu grein í reglugerðum og lögum að þá förum við yfir og skönnum og gerum alls konar hluti í svona ákveðnu vinnuflæði og úr því kemur síðan í rauninni bara Excel-skjal sem þá með hugmyndir fyrir lögfræðingana hjá ráðuneytinu til þess að fókusa á hvað hægt að fókusa á. En síðara dæmið hvernig getum við nýtt gervigrindarfulltrúa fyrir fyrirtæki og Evoli, nýja fyrirtæki okkar, að fókusa á þetta. Hvernig getum við tengt saman fólkið og gervigreindina. Og byggir á þessari tækni sem ég búin að vera að þróa síðustu 16 árin sem samráð og samráð þá á milli fólks og samráð á milli fólks og gervigreindar. Það skiptir rosalega miklu máli. Og við erum núna fyrirtæki og stofnun að þróa tækna saman og hluti af veltu og hagnaði fyrirtækisins fer síðan til þess að hjálpa til við að fjármagna stofnunina. Og þetta bara svona dæmi yfirlítið hvað plattform okkar En fyrsti agentin sem við byggum til var svona fyrsta þörfin hjá okkur. Og við þurfum að skilja hver okkar staða á þessum glænýja markaði. Þetta glænýr markaði sem snýst það að búa til gervigreindarfulltrúa sem örugglega orðtak sem við erum öll bara að heyra í fyrsta skipti eða AI agents. Þannig að við vildum skilja hver okkar keppinautar, hvað að gerast í okkar viðskiptavinum, hver nýjustu straumar og tækni, getum við búið til nýjar vörur og þjónustu. Þannig við bjuggum til State of the Market Agent. Og það sem að þessi fulltrúi gerir að í gegnum ákveðið ferli býr hann til vikulega skýrslu sem við getum notað svona okkar planningfundum sem snýr bara það, viðskiptavinni, samkeppnisaðila, atburði og annað og ráðleggingar til þess að styðja okkar fyrirtæki frá þessum gögnum. Og þetta viðmótið og þetta sama lausn eins og Betri Reykjavík í rauninni, bara við erum búin að aðlaga hana fyrir fyrirtæki
og við förum inn í, smellum á Market Research og síðan smellum við á State of the Market Report og þá erum við komin hérna inn í vinnuflæðið, sem sagt, það sem er búið að skipta því upp í 3 hluta. Að fyrsta sem við gerum það að við gerum víða leit á netinu. Við leitum á 1000 vefsíða að bara markaðinum. Þú veist að þessu AI agents og slikt, hvað er hann stór? Og maður ítir á play og sem býðum maður bara í 4 klukkutíma. En þannig sem betur fyrir að þegar búin að play, þá færðu tölvupóst þegar gervigreindin búin. Þannig að þetta allt þessu upplifun heldur en að vel fyrir ChatGPT og hérna gera þetta. Hérna ítir maður bara play og sem býður og þessi kaffi og alls konar, það mjög þess. En hérna þegar hún búin að hérna í skrifi 2, að þá fer maður inn í samráð við gervigreindina, þar sem við erum að forgangsraða og við erum að setja inn og skoða upplýsingarna sem koma úr þessari víðu leit og erum að setja rök á með og móti og svona sem síðan þá notað í skrefi 3 þar sem að þau fyrirtæki sem við vildum, ekki gervigreindin, heldur sem við vildum og með okkar innsæi, að þá leitum við að þeim sérstaklega bara í röð eftir röð. Það eru 10-20 fyrirtæki og bara byrjuð og þetta tekur ennþá lengri tíma. Þetta getur tekið kannski 6-8 tíma að keyra. Og síðan safnar hún öllum þessu gögnum saman og byrjar annað samráð þar sem maður smellir á og fer inn í samráð hvernig maður vil nýta gögnin úr þessari detailed leit og að lokum kemur út skýrslan og sem er State of the Market og það annar agent sem sér hann reynda tekur bara 10 mínútur korter að keyra en hérna út úr þessu kemur skýrsla og þegar við sáum þetta í fyrsta skipti sko, maður bara fór svona smá gæsahúð okkur vegna þess að þó maður lif og hræðist í þessum heimi þá var þessi skýrsla að gefa okkur innsæi sem að þú veist við vorum ekki með áður, við vorum að fá alveg bara að finna út í því að fara ekki allt þetta ferli og kalla í 10.000 skipta í ChatGPT, þetta svona agentar þeir bara kalla af alls konar ástæðum. En rétt í lokin förum aftur tilbaka í janúar 2023 þegar ChatGPT var komin út þessi fyrsti 3.5 og er að ná að vinna próf í ýmsum málskrifum. Og síðan í mars í fyrra kom GPT-4 út og á þessu sjáum við hverju GPT-4 bætir ofan á GPT 3.5, þannig að fyrsta ChatGPT í alls konar prófum og sem var töluvert. Og takið til eftir því að lægsta hérna er AP Physics 2, þetta er svona standardisku próf í Bandaríkjunum, að þar er GPT-4 lægstur með 63%. Núna fyrir 10 dögum, rúmlega, þá kom út ný gervigreind sem heitir O1 og hún er að bæta ofan á, sjáum við með AP Physics 2, þarna erum við konið 81% þar. Og ef við skoðum til dæmis svona ólympískt math, að þá er GPT-4 hérna í 13% og meðan stæðistu ómónudelum er í 83%. Og þannig að við erum að sjá alveg gríðarlega þróun á þessari tækni og síðasta slæti hérna og þannig kannski ekki svona IQ-test eru hvorki fyrir manneskju né gervigreind allt kannski það besta, en það er samt aðeins lýsandi þar sem að þarna vinstra megin að rétt að komast þarna í meðaltalið 100 að þar eru ChatGPT, Sonnet og hinn módelin en þetta nýja módel er komið langt framar og við erum bara rétt að byrja. Takk fyrir. Kæra þakkir, Róbert. Næsti fyrirlesari, þegar hann var spurður minningar af sínum fyrsta snjallsíma, segir 2008 eignaðist ég HTC Touch Diamond síma. Ég var reyndar ekki alveg viss hvort að hann teldist snjallsími, svo ég spurði ChatGPT, sem fullyrðir að þetta hafi verið snjallsími. Hann var með Windows Mobile og ég notaði hann fyrir tölvupóst. Mér finnst þetta frábær minning og svar, sérstaklega því að þetta tengist svo mikið nafninu á erindinu sem við erum að fara að hlýða á hjá næsta fyrirlesara sem að ég er mjög spenntur að hlusta á. Yfirskriftin er, jæja, getum við þá loksins hætt að hugsa? En sjálfsögðu þá er það náttúrulega hugsun svona og kannski okkar síðasta hugsun sem að flýgur í gegnum huga okkar af því að bara við erum byrjað að vera svo óviss um marga hluti og þetta fyllir inn í eyðurnar og bara
og áður vorum við að googla hluti en núna erum við bara í ChatGPT og spyrja alla mögulega óvissu og það allavega kemur alltaf eitthvað svar og það þetta confidence sem að kannski, já, það svona kannski sogar stundum þetta sjálfstraust frá okkur þegar það alltaf til einhver agent eða forrit sem að er með svar á reiðum höndum. En þetta verður virkilega fróðlegt erindi og það flutt af hagfræðingi og það einmitt gaman að tala við erum með hagfræðing og svo erum við með lögmann í lokin að því við erum að tala mismunandi starfsstéttir. Ég er svo ánægður með það að kannski eru viðskiptafræðingar og að því það eru margir viðskiptafræðingar hér inni að fara að sigla inn í sitt blómaskeið þegar það er hægt að outsourca öllum þessum flóknu tölvupælingum öllum til gervigreindarinnar. En hvað verður hagfræðinga og lögfræðinga? Við erum að fara að fá að vita og fá smá innsýn inn í það núna í næstu og síðustu erindum dagsins. En allavega, hann sem sagt hagfræðingur, erindi heitir Jæja, getum við þá loksins hætt að hugsa, takið vel á móti Þorsteini Sigurlaugssyni. Hvað við gera svo? Það er ekki að koma á skjáinn. Jú, það er hann. Sjá. Jæja, getum við þó loksins hætt að hugsa. Og þetta spurning sem hefur vafist fyrir mér undanfarið og eftir að maður horfir á, sérstaklega til dæmis bara það sem Róbert var að nefna rétt áðan varðandi nýjustu þróun í gervigreindinni, að þá ekki úr vegi að við spyrjum okkur þessar spurningar. Vegna þess að við erum komin með tól sem farið að hugsa fyrir okkur á mjög mörgum sviðum og sífellt fleiri og fleiri sviðum og við þekkjum það örugglega öll sem hérna inni. Ég var til dæmis að nota gervigreind í sumar til þess að hugsa fyrir mig þegar ég var að búa bók til prentunar sem kom út núna í september-byrjun. Ég lét gervigreindina hjálpa mér að þýða texta yfir úr ensku yfir á íslensku, yfirfara, leita upp í villur, misræmi og svo framvegis. Hún gerði þetta allt ákaflega vel og þetta það sem við köllum að hugsa. Það að gera svona hluti. Og hvað það sem við erum að gera raunverulega þegar við erum að hugsa? Við getum hort á það kannski á tvennan hátt. Annars getum við sagt, ok, það er einhver taugaboð sem er á þessu stað, það er einhver rafboð, efnaskipti í heilanum og svo framvegis og við getum sagt þetta er hugsun. Og við getum hort á gervigreindina sem byggir á tauganettum og við getum lýst henni með þessum hætti. En í rauninni það sem öll hugsun grundvallast á tungumálið. Og það það sem að mállíkönin grundvallast á algjörlega líka. Mállíkönin hafa náð valdi á tungumálinu. Við sjáum það sífellt betur og betur. Og sumir segja jafnvel þau hafa ekki bara náð valdi á tungumálinu, þau hafa náð valdi yfir tungumálinu. Sem áhyggjuefni ef það að gerast. Þau að taka að sér sífellt fleiri verkefni sem við höfum þurft að vinna og það ekki bara einhver einföld verkefni, það ekki bara einhver einföld flokkunarverkefni eða frágangur á skjölum eða eitthvað slíkt. Það getur verið verkefni eins og bara Róbert var að lýsa áðan varðandi það að útfæra stefnu fyrir nýtt fyrirtæki í læknisfræði og fleiri sviðum þar sem við menntum okkur árum saman til þess að ná einhverju færni og nú getum við bara hendið sinni í gervigreind og það er kannski svolítið fúlt að horfa á það. Og við hljótum að velta fyrir okkur hvað þýðir þetta fyrir framtíð okkar mannkynsins. Og það engin neitt sem getur verið alveg viss það. Mun gervigreindin útrýma störfum, mun hún skapa fleiri störf heldur hún útrýmir, hversu hratt mun hún skapa ný störf í staðinn fyrir þau sem hún útrýmir, þetta vitum við í rauninni ekki. Þannig að ég held að þegar kemur til dæmis að samfélagsábyrgð fyrirtæki, að þá verði þessi spurning, þá held ég að allar aðrar spurningar sem snúa að samfélagsábyrgð fyrirtækja, þær muni falla í skuggan bara núna á næstu misserum af þessari spurningu. Hver verða áhrif gervigreindarinnar á samfélagið, á vinnuaflið? Hvað við að gera við allt þetta fólk sem við ekki þörf fyrir okkur lengur? Við sjáum þetta í menntakerfinu líka. Auðvitað kallar skilvirknin á það eins og Halldóra Lilja Jóhannsdóttir, lögfræðingur, bendir á í nýlegri grein í Mogganum síðustu viku. Hún kallar á það að skólakerfið muni breytast. Gervigreindin mun geta tekið við störfum, kennslustörfum að mjög miklu leyti og unnið mjög vel.
og Halldóra, hún varar hérna við í þessari grein við því hvað gerist þegar að tæknin tekur yfir, þegar að mállíkönin taka yfir og þrengja sjálfstæði nemenda og koma í veg fyrir þeir vaxi sem sjálfstæður hugsanir og að við endum hugsanlega með kynslóð sem hæft til þess að vinna innan kerfa en á erfitt með að hugsa út fyrir ramman. Og Halldóra leggur til inn í umræðuna hugtakið hálfsjálfvirk menntun, þar sem að við nýtum tæknina en við gætum þess að hún sé undir mannlegri forsjá. Þetta þurfum við að hugsa ekki bara störfin okkar, við þurfum líka að hugsa börnin okkar nefnilega og framtíð þeirra. En hvað það að hugsa? Albert Einstein sagði einu sinni, 5% fólks hugsa. 10% halda þau hugsi. Og 85% myndu frekar handa sig fyrir björg heldur en það þurfum að hugsa. Og við sem erum hérna inni, við vinnum allir að hugsa. Svo hvað maðurinn að fara eiginlega? Og við erum ekki að henda okkur fyrir björg. Við getum kannski hort á þetta aðeins í samhengi við það sem að Nóbelsverðlaunahafinn Daniel Kahneman talaði í bókinni sinni Fast and Slow Thinking, þar sem hann flokkar hugsun í rauninni í tvennt. Það það sem hann kallar System 1 hugsun og System 2 hugsun. System 1 hugsun þegar við leggjum saman 2 og 2. Svarið kemur bara svona. System 2 hugsun, það ef við ætlum að deila 597 með 72. Kvarnirnar þurfa að fara í gang, heilin þurfa að fara að nota orku. Og við hneigjumst til þess að forðast System 2 hugsun. Vegna þess að það okkur eðlislegt að hneigjast til þess að forðast að nota óþarfa orku. Eins og til dæmis ef einhver ykkar hérna inni ætla að fara að hugsa þetta. Reikningsdæmi, þá eru þau að nota óþarfa orku, bara þannig ég var ykkur við. Mállíkönin, þau grundvallast á gögnum. Þau grundvallast á skráðum gögnum. Texta, myndum, tölum og svo framvegis. Töluðu máli líka. En allt getum við kallað þetta texta í rauninni. Og við sjáum sífellt meiri og sterkari tilhneigingu, til dæmis innan fyrirtækja og stofnana til þess, að reyna að innlæða það sem við köllum gagnadrifna stjórnun, gagnadrifna ákvarðanatöku, þar sem við byggjum ákvarðanir á skráðum gögnum. Og við erum að ná góðum árangri í því og ég búinn að sitja ófáa fyrirlestra til dæmis og hlusta á fjármálastjóra í stórum fyrirtækjum erlendis, þar sem er að lýsa því hvernig þau hafa innleitt gervigreind sem hefur tekið við áætlanagerð og spálíkönum innan fyrirtækinu og gera þetta bara miklu betur heldur en fólkið. Og miklu raunhæfari spár og áætlanir kostnað og tekjur og svo framvegis. En vandinn sá að þessi skráðu gögn eru í rauninni bara 10% af þeim upplýsingum sem við notum sem eru innan fyrirtækja og stofnana. 90% eru óskráðar upplýsingar, það sem á ensku kallað tacit information. Það eru bara þekkingin sem við höfum grundvallega á reynslu okkar. Það vitneskja okkar tengsl á milli fólks, hegðun fólks, markmið fólks og svo framvegis og hvernig fólk virkar saman. Og allt þetta skiptir máli þegar við tökum ákvarðanir. Og ef við tökum ekki þessar upplýsingar með í reikningin, þá tökum við ekki þeir réttar ákvarðanir. Þrátt fyrir það að líkönin séu orðin svona góð. Við getum eins og auðvitað að nota líkönin til þess að hjálpa okkur að nýta betur þessar óskráðu upplýsingar, en við verðum að gera það óbeint. Og það það sem ég hef verið að vinna við að rannsaka og þróa aðferðir til að gera undanfarin misseri og lofar góðu. Ég var í Feneyjum daginn. Fórum í nokkra daga hjónin, meðal annars til að fara á Feneyjatvíæringinn sem stærsta myndlistarsýning í heimi, eða svona ólympíuleikarnir í myndlist. Og meðal skálana sem við heimsóttum var skáli Panama og þessa mynd sáum við þar. Og við spjölluðum aðeins við manninn sem sat þarna yfir sýningunni og hann sagði okkur svolítið frá bakgrunninum þessari mynd. Myndin gerð úr leir og leirinn tekin úr frumskóginum sem liggur á landamærum Panama og Kólumbíu. Hann tekin úr hættulegasta hluta frumskógarins. Og af hverju fór listamaðurinn þangað til þess að sækja þennan leir inn í þennan myrkvið frumskógarins þar sem grimm villidýr hafast við og hættuleg skorkvikindi og eitraðar plöntur og rignir stöðugt og svo eru þarna skæruliðar og alls konar glæpahópar. Jú, það vegna þess að þarna akkurat í gegnum nákvæmlega þennan hluta frumskógarins streymdu á síðustu ári 6 milljón manns á flótta frá suðri til norðurs. Trapissan sem við sjáum í miðri myndinni, hún stendur fyrir veginn í gegnum frumskóginn.
vegna þess að hann sagði okkur, þessi maður, hver einasti einstaklingur sem kemur inn í þennan frumskóg, að hann finnur strax veginn sem liggur í gegnum skóginn. Það finna allir veginn. En það engin vegur í gegnum skóginn. Samt finna hann allir. Svona svipað eins og ef við erum vilt í eyðimörkinni og við sjáum í hillingum einhvers staðar, langt í fjarska, vatn eða vinjar eða eitthvað slíkt. En það ekkert. Og ég fór að hugsa þetta í tengslu við þetta verk og í tengslu við tungumálið. Vegna þess að tungumálið og Saint-Exupéry, höfundur Litla prinsins, hann sagði eitt sinn, tungumálið uppspretta alls misskilnings. Og það alveg satt hjá honum. Hvert einasta orð og hver einasta setning sem við notum, allt skiljum við þetta á mismunandi hátt. Byggt á okkar eigin reynslu, byggt á okkar eigin tilfinningum, tengslum okkar, bakgrunni og svo framvegis. Við skiljum aldrei hvert annað á sama hátt. Og þarna tungumálið okkar gjörólíkt tjáskiptum dýranna. Vegna þess að merkin sem að dýrin senda hver öðru, þau aldrei neitt tvíræð. Þau alltaf algjörlega skýr og tvíræð. Og merkingin leggur nákvæmlega ljós fyrir. En varðandi tungumálið þá þetta allt öðruvísi. Við höfum engan veg í sjálfu sér. Við höldum alltaf að við höfum veginn í gegnum þennan myrkvið tungumálsins. Við höldum að við höfum réttaskilningin og svo komumst að við misskildum það sem við vorum að tala við. Og við gerum það aftur og aftur og aftur, endalaust. Við höfum enga leið í gegn. Við höldum alltaf að við höfum hana, en við höfum haldreipi. Og haldreipinu lýsti gríski heimspekingurinn Aristóteles á sínum tíma, þegar hann skilgreindi mannkynið. Maðurinn veran sem getur hugsað rökrétt, sagði Aristóteles. Og það rökhugsunin sem í rauninni það sem við beitum sífellt til þess, sem haldreipi til þess að komast í gegnum þennan myrkvið tungumálsins. Og við gerum það vegna þess að annars myndum við aldrei ná því sem að annar heimspekingur, miklu yngri, Hannah Arendt, talar sem common sense í skilningnum sameiginleg skynjun. Vegna þess að skynjun okkar á heiminum, hún grundvallast öll á tungumálinu og á því að við höfum sameiginleg skilning á tungumálinu. Mállíkönin, þau nýta sér tungumálið og þau gera það ákaflega vel. En þau bulla líka. Og þetta vitum við. Við vitum í rauninni ekkert endilega hvort að það sem við fáum út úr mállíkanu alltaf rétt. Þau geta vísað í heimildir og ég var bara síðast í gær að spurja einhverjar heimildir og það komur alveg langir titlar. Svo tók ég einhver titil og sagði, ok, getur þú gefið mér slóðin á þennan titil? Já, sorry, ég finna hann nú ekki. Þannig að þetta sjáum við allt og ein af stóru hættunum kannski sem við gætum hort á það þegar það sem að líkönin fabrikera fer að verða hluti af þjálfunargrunni þeirra og við endum í tómum bulli. Við gætum endað þar. Nú, það sem við getum beitt til þess að mæta þessu auðvitað rökhugsunin, en það fleira sem að við höfum sem að líkönin hafa ekki. Vegna þess að líkönin, þau byggja öll á texta. Þau hafa engan referens í hinn ytri heim, í sjálfu sér. En við höfum það. Og mig langar að enda þetta á því að fara í gegnum skilgreiningu Eli Goldratt á skýrri hugsun. Þessi skilgreining, hann fjallar þetta í innganginum að fyrstu útgáfan af The Goal sem er frægasta bókin hans. Goldratt, fyrir þau sem ekki vita, þá breytti hann í rauninni allri hugsun stjórnun framleiðslufyrirtæki upp úr miðri síðustu öld á 8. áratugnum eða eitthvað slíkt. En Goldratt segir, við verðum að horfa á heiminn og hugsa rökrétt og nákvæmni það sem við sjáum. Lykillinn að hafa hugrekki til að horfast í augu við misræmið á milli þess sem við sjáum og ályktum og þess sem við höfum vanist. Þarna bendir Goldratt í rauninni á 3 grunnstoðir skýrar hugsunar. Það í fyrsta lagi það að við horfum á heiminn, á veruleikann eins og hann er. Við treystum ekki bara á það sem okkur sagt, við treystum ekki bara á textan. Og við hugsum rökrétt það sem við sjáum og nákvæmlega. Og svo þriðja stoðin, sem kannski ekki síst mikilvæg, sem af siðferðilegum toga í rauninni, að það hugrekkið til þess að horfast í augu við það. Ef að það sem við höldum og erum búin að sannfæra okkur kannski alla ævi, það kemur í ljós að það rangt. Og þetta gríðarlega mikilvægt.
Og ég held, ef við förum aftur að spurningunni, getum við þá loksins hægt að hugsa. Ég held að við ættum kannski að orða hana öðruvísi og ég held að þegar við hugsum svarið, þá þurfum við að hugsa það hvað það er að hugsa. Vegna þess að allt það sem málíkönin gera fyrir okkur, það er vissulega hugsun, en við höfum möguleikann til þess að lyfta hugsun okkar á miklu hærra stig. Og það er kannski það sem við þurfum að fara að gera. Við þurfum að stækka þessi 5% sem Einstein talar um. Þannig að svarið getum við kannski hægt að hugsa, en nei, kannski bara komin tími til að við byrjum. Kæra þakkir, Þorsteinn, og í þessu erindi var virkilega margt umhugsunarvert og ég tek algjörlega undir þetta. Að núna er bara fyrst komin tími til að byrja að hugsa og hægt að lyfta hugsuninni á hærra plan með aðstoð þessara tækni. Við ætlum að fara hér í síðasta framsögu erindið og fyrirlesarinn deildi með okkur sinni fyrstu minningu af notkun snjallsíma og hún hljóðar þannig að fyrsta minningin, þótt hún hafi eflaust átt snjallsíma í einhvern smá tíma áður, er fyrsti Instagram-pósturinn. Ég var í menntaskóla og hafði sumarið farið með góðri vinkonu í sund og bakari. Við fögnum því með því að skella okkur sundhöttum og sundglerugum, á enninu samt, ekki fyrir augunum, og tókum mynd af okkur þannig í eldhúsinu heima hjá henni. Við vorum báðar málaðar og með þurrt hár en líka sundhettu og sundglerugu á enninu. Haldandi á bakkilsinu með lýsingunni #sund og bakari, #proswimmers, #food, #speedo. Og það er eitthvað alveg yndislegt við þessa minningu og bara segir ótrúlega margt um okkar tíma og bara hvernig þetta hefur einhvern veginn, já, bara þessi tækni, snjallsíminn hefur náttúrulega hitt okkur í hjartastað og bara hefur einhvern veginn, já, tengst tilfinningum okkar, kannski ekki síður en rökhugsun. Og það er náttúrulega svona hugsun sem að ég, svona einhver kenning svona sem að ég vil stundum reyna og gleruðu sem ég vil stundum setja á heiminn, hvort að við lifum stundum við þeirri misskilningi að gervigreindin sé að ná tökum á rökhugsun okkar en við eigum tilfinningarnar algjörlega útaf fyrir okkur, hvort það sé öfugt, að það sé einmitt tilfinningarnar og svo margt sem að stendur nærri hjarta okkar sem að við erum þegar farin að úthýsa eða láta gervigreind taka þátt í, á meðan kannski mjög flókin rökhugsun og fleira er eitthvað sem er ennþá eitthvað sem við erum með á okkar ábyrgð. En við erum að fara að hlusta á frábært erindi sem hefur að gera með lögfræðina, en eins og við vitum þá eru lögfræðingar mjög, starfstétt sem gæti vel að hagsmunum sínum og hefur kannski frekar en margar aðra starfstéttir og ég leyfi mér að tala svona sjálfur því ég tilheyri þessari starfstétt og þetta eru kollega mínir náð að hafa svona ákveðin einkarétt á þekkingu og sannleikanum þegar kemur ákveðnum hlutum, en vissulega þá eru lögfræðingar náttúrulega að sýsla með hugsun, þeir eru að sýsla með tungumál og þar er hægt að beita gervigreind og jafnvel fremur heldur en á mörgum öðrum sviðum, en það er örugglega mjög mörgu að hyggja þar og til þess að leiða okkur í sanninum það í þessu stutta erindi hér og því síðasta sem við hlýðum á í dag í framsögu er komin lögmaður hjá BBA og Fjeld.co og hún er með LLM-gráðu og er einnig stundakennari við Háskóla Íslands. Erindið nefnist lögfræði og málíkön. Takið vel á móti Thelmu Kristel Kristjánsdóttur. Átti ég að íta á eitthvað til að fá glærunari? Afsakaði þetta. Þetta er náttúrulega hluti af öllu þessu sem skiptir máli hér. Við þurfum að hafa þetta smúð hérna. Þetta eru, það hét, nei, það er þessi. Já. Er ekki? Jú. Hérna er þetta. Frábært. Þetta er náttúrulega nákvæmlega sem við erum að tala alltaf með svona AI prompterar og svona þessi verðmættir heldur en tæknin sjálf allt þetta. Að geta látið tækna virka snurðulaust, þá þarf alltaf þetta mannlega touch hérna sem var á minni ábyrgð akkurat núna og nú er þetta komið hérna yfir. Gjörðu svo vel og afsaka þetta. Fyrir. Já, góðan daginn og gaman að vera með ykkur í dag að ræða lögfræði og málíkön. Þetta er auðvitað viðtækt efni og hægt að taka það í nokkrar áttir. Það eru auðvitað fjöldi stórra lagalegra álitamála sem að vakna við stóra tæknibreytingar eins og til dæmis útgáfu stórra málíkana eins og ChatGPT og það varð vissulega
raunin. Ég meina, ítalska persónuverndarstofnunin bannaði tímabundið ChatGPT, fyrstu útgáfuna. Núna nýverið var gervigreindarforrit X eða Twitter líka bannað, allavega tímabundið af evrópskum persónuverndarstofnunum. Það hafa líka verið hópmálsóknir í Bandaríkjunum, bæði á grundvelli persónuverndar og svo auðvitað hugverkaréttinda. Það er hæst eflaust málsókn New York Times gegn OpenAI og þá líka hefur Evrópusambandið ekki látið kyrrt liggja og skrifað einhverjar örugglega 600-700 blaðsíður að tekur allt regluverkið saman hvernig að regluvæða þessa nýju tækni. En mér skilst að fólki finnist ofta ekkert gaman að heyra lögmenn tala lögfræði, þannig ég ætla að hlífa ykkur við þessu að sinni og einblína mér á praktísk atriði og áreiðanleika gagna og hvernig það spila saman við störf sem starfa undir strangri skaðabótaskyldu, eins og til dæmis lögmenn. Þó ekki alveg sloppinn því að svo sönnum lögfræðingi sem þá verði ég að hefja mál mitt á einhverjum skilgreiningum. Það er engin ein lagaleg skilgreining á hugtakinu gervigreind, en í AI Act frá Evrópusambandinu þó reynt að þeir vilja meina að þetta eigi að vera einhvers konar tæknilega hlutlaus skilgreining, hvað sem það þýðir, en miða í viðaukunum sem vísa í að miklu leyti bara við svona þrískiptingu gervigreindar sem hefur komið fram og við þekkjum hér til dæmis á stefnu Íslands og gervigreind 2020. En hvað þá mállíkan? Þá fann ég einhverja skilgreiningu sem lýst því sem tauganetti sem getur unnið úr og skrifað mannanna mál. Þetta náttúrulega orðin óþörf skilgreining í dag enda vita allir leið að segja ChatGPT hvað maður að tala og hvað mállíkan En þegar maður les skilgreininguna þá getur maður vel séð af hverju fólk hugsaði strax að lögmenn væri þeir. Fólk hugsaði kannski ekki strax forritarar eins og varð síðan raunin, að lögmenn eru þeir sem myndu mest nota mállíkun og hafa mest gagn af, eða jafnvel vera leystir af mállíkunum. Það sem átti held ég að einhverju leyti eftir að koma fram var að jafnvel þótt ChatGPT 4 næði erfiðum lögmannsprófum úti, þá ákveðinn áreiðanleiki og þessi stranga skaðabótaskylda sem hefur gert íhaldssama stétt lögmanna, kannski smá hrædda við að nota þetta og kannski líka aðeins dregið úr notkunargildi á þessum upphaflegu módelum sem þó eru hratt að batna. Og í varðandi áreiðanleikann þá ég með 3 dæmi. Fyrsta var það ráðningarhugbúnað tæknirisans Amazon. Amazon er þetta fyrirtæki sem þarf að ráða mjög mikið af verkfræðingum og eyðir miklum peningi í að ná í bestu verkfræðingana og fá þá í nýsköpunarmaskínuna sína eins og þeir vilja líta á sig. Þeir hugsa, hvernig getum við gert þetta skilvirkara? Jú, fáum nokkra verkfræðinga sem við nú þegar ráðið. Fáum það bara til að gera gervigreind sem greinir alla ferilskránar af þessum milljónum sem við fáum sent og segir okkur hvaða ferilskránar við þurfum raunverulega að skoða og hverja við getum bara sleppt. Þeir segja, ekki málið, Bezos, og segja bara, við skoðum bara hverjir að standa sig best í vinnunni og finnum ferilskránar sem passa við það. Hvað er vandamálið? Jú, ég sé að fólk byrjað að hlæja svo það eflaust gerir sér grein fyrir því. Jú, það var til dæmis, það var eflaust mjög gott að hafa verið í fótboltaliði en það varst fyrirlið kvennafótboltaliðsins, þá varstu beint út sko. Og eins allavega orðrómar að 2 skólar sem voru eingöngu fyrir kvenmenn hafi strax verið bara köttaðir og á meðan að því að voru ekki sett takmörk við notkun sem hugbúnað, þá gat bara einfaldlega heita John, bara virka mjög vel fyrir því það voru bara 4 yfirmenn sem hétu John kannski, en enginn sem hefði verið fyrirlið kvennafótboltaliðsins. Þetta auðvitað vekur upp lagalega álitamál svona ef maður hugsa lög jafnrétti og bara jafnréttismál, en líka áreiðanleika vandamál miklu leyti. Ég meina þarna var kannski ferilskrá frá Dukes MIT sem hafði bara svo óheppilega líka verið fyrirlið kvennaliðsins í rugby einhverju og þeir missa hana til Meta eða eitthvað í miklum samkeppnismarkaði starfsfólk sem þarna í Kísildalnum.
þá annað dæmi sem kannski lýsir því sem kom fram í málstofunni í morgun, svona hvernig gervigreindin getur verið ákveðin skítamagnari, held ég að hafi verið komist til orða. Það gervigreind Google, andlitsgreiningatækni, sem var ekki mjög áreiðanleg þó að sé ekki tekið dýpra í árinni. En hún gat, og líka svo Kolfinna var með hérna í morgun, hún gat ekki gert greinamun á górilum og svörtu fólki. Þetta auðvitað hræðilegt, bæði hvað varðar kynjamisrétti og sýnir manni að maður vill ekki að lögmenn sem taka sig mjög hátíðlega og horfa á sig sem kannski svona síðasta fulltrúa einhverja sem lenda til dæmis fyrir misrétti, að þeir geta ekki blint treyst á tækni sem á sama tíma gerir svona mistök. Og fyrir þá sem hafa mikinn áhuga á jafnrétti, gervigreind og því sem liggur að baki, þá ég með ein kvikmyndameðmæli svona til hliðsjónar, heimildamynd á Netflix Coded Bias sem fylgir einmitt tölvunarfræðingnum Joy sem fann það fyrst bara á eigin skinni og gerði síðan mjög flotta tölfræðirannsókn sem sýndi hversu miklu verð gervigreind greinir á milli kvenna og kalla og svo aftur eftir því sem var með dekkri húðlit því verð greinir hún þig. Þannig verst svarta konur, best hvíta kalla og fer vel yfir þetta áreiðanleika og náttúrulega jafnréttis vandamál. En hvað með lögmennina? Sem ég segi, þeir vinna undir strangri skaðabótaábyrgð og skiptir á miklu máli að vinna þeirra sé áreiðanleg. Þetta getur líka átt við aðra stéttir sem starfa undir sambærilegri ábyrgð, til dæmis heilbrigðisstarfsfólk og endurskoðendur. Það síðan erum við mynd hérna af kollega mínum sem líka með lögmannsréttindi í Kaliforníu og það var kannski einhverjir hérna heyrt söguna. En hann, 2023, skilar inn greinargerð fyrir dómstóla. Ég veit að þetta hefur líka gerst fyrir ESB-dómstólnum. Það sem honum finnst það bara vera mál, beint í miðja körfu. Hann þarf ekki að hugsa meir þetta mál. Kom með frábært fordæmi og fordæmi auðvitað skipta meira máli í bandarískum rétti. Fyrirsjáanlega kemur auðvitað í ljós að þetta var ChatGPT að bara búa svona fallega til fordæmi sem hann vildi og passaði svona frábærlega við málsatvikalýsingu málsins og endaði nákvæmlega eins og hann vildi. Þannig hann vann ekki málið, heldur endar fyrir siðanefnd lögmanna í Kaliforníu, forsíðu New York Times og í fyrirlestrinum hjá mér. Þannig að það ekki furða að fólk spyrji sig, þessi lögmenn, þeir eiga bara ekkert að snert þessi mállíkun, alveg sama þó þetta sé texti og búið til eitthvað virði fyrir þá. Ég meina, maður vill ekki lenda í fyrirlestri hjá Pálmu Kristínu. En vandamálið á móti að ég hef nú nýverið verið að þróa mállíkan fyrir íslenska lögfræði með félagi sem heitir Raxiom og verkfræðinur minn þar hafa greint að það yfir 900 lög á Íslandi. Það eru 10.000 dóma og úrskurða. Það eru 1000 reglugerða og breytingarreglugerða og til viðbótar við 1000 Evrópureglugerða og tilskipana. Þetta síðan, það ekki eins og þetta sé allt innleitt í bara eitt í einhverju flottu skjalakerfi. Þetta innleitt með mismunandi aðferðum, stundum bara sagt þessi reglugerð hefur tekið gildi og svo bara vísað í Evrópulöggjöfina sem jafnvel ekki þýdd. Öðrum tilvikum þá ekki vísað beint í hvaða reglugerð, heldur bara allt endurskrifað inn í lagabálk og úr verður gífurlega flókin frumskóður sem getur tekið lögmenn jafnvel einhverja klukkutíma að finna út úr bara hvað rétt ákveð og svara einfaldri spurningu. Og það því hagur í, og maður sér það í fjárfestingum í mállíkönum fyrir lögfræðinga, að það mikið virði í því að koma skipulagi á þennan frumskóð. Og það það sem Jónsbók, sem þetta mállíkan sem ég hef aðeins tekið þátt í, hefur að gera, sem líka í fjárfestingum Allen & Overy á stóru alþjóðlegu módeli sem virkar fyrir Bretland og Bandaríkin, Harvey, og það getur líka greint gögn og hefur fleiri fítur sem að vera einfalt mállíkan. Og það svona fyrst og fremst bara hvatinn, bara fjárhagslegur, efnahagslegur hvati í því
að lögfræðingar tilengi sér einhverju leyti mállíkan, geti hratt fundið réttaheimild og svo þetta eins og hefur líka komið fram hérna, kannski hinn almenni sérfræðingur geti unnið málin allavega vel upp í hendunar á lögfræðingum því að lögfræðingar eru líka oft flöskuhálsin í hinu opinbera þar sem stoppa málin að fara út. Þeir eru hægir og vilja oft vanda til verks og og svo fyrir bara fólk að geta kynnt sér sína réttarstöðu, bara ef það vill stofna fyrirtæki eða gera eitthvað. Þá ef maður tekur sem dæmi, það hefur verið gífurleg textaverðbólga eins og maður sér í allri þessari löggjöf og sérstaklega frá Evrópusambandinu og sem dæmi má nefna löggjöf fjármálagerninga, það sem sett bæði það sem kallast reglugerð og tilskipun sama efni, sitt hvora 400 blaðsíðurnar og vísa svo í kannski svona 10 afleidda reglugerðir og ákvarðanir alltaf svipari stærð. Og ég svona, í tengslu líka bara við stundakennarahlutverk mitt, fór að hugsa bara svona réttaríkið. Lögmenn hugsa oft ekki efnislegt réttaríki, það sé ekki hvort lögin séu góð eða vond, heldur að það sé allavega lágmarkskrafa að það sé formlegt réttaríki og það er svona leiða líkur að lögin í heild sinni verði góð. Í formlegu réttaríki felst að lögin þurfa að vera skýr, aðgengileg, birt, að fólk verði allavega að fá ekki afturvirka refsinga því að vissi bara ekki hvað reglu giltu. Og maður spyr sig, þegar maður sér þessar 800 blaðsíður einhvers konar kauphallaviðskipti eða önnur viðskipti, þetta er birt, jú, og þetta er aðgengilegt, en er þetta skýrt? Er þetta ætlast til þess að fólk viti hvað lög og reglur gilda það? Og er það ekki mikill þröskuldur fyrir til dæmis nýsköpunarfyrirtæki að þurfa alltaf að byrja á lögmanni og til að vita kannski hvort þau þurfi bara að tilkynna eitthvað til einhverjar stofnunar reksturinn sinn og það taki bara nokkra klukkutíma. Og mállíkunin getur þetta verið rosalega öflug þarna og kannski ekkert síður góð fyrir alla þá sem að vinna svona hliðstætt lögfræðingum. Við sérfræðistörf og pæla þá mikið í tilteknum lagabálkum en þó þau séu ekki lögmenn sem kannski oft vilja einbeita sér að fara dýpra og nánar í mikilvægari og mál sem meiri hagsmuni undir. En ég enda á því og þetta #Speedo, Bakery og Sund og takk fyrir mig. Kæra þakkir Thelma Kristel. Þá er komið að lokum hjá okkur. Við ætlum reyndar að fá örstutta samantekt hér að lokum og ráðstefnu slit. Ég þakka fyrir mig og ég þakka ykkur alveg sérstaklega fyrir góð áheyrn, gott hljóð og líka ykkur sem voru að fylgjast með á skjánum. Þetta er bara búið að vera rosalega öflug hleðsla að heyra það nýjasta sem var það snjalla framtíð og ótrúlega margt einmitt til þess að hugsa. Við eigum svo sannarlega ekki að hætta að hugsa. Og ég vil þakka frábæra fólkinu hjá Stjórnvísi, Gunnhildi, Stefáni og fleirum sem að sáu þennan viðburð og það er alltaf virkilega vel staðið á bakvið þetta hérna hjá Stjórnvísi. Og til þess að taka smá fyrir okkur saman nokkra lykilpunkta í lokin líka komin manneskja úr Stjórnvísi og hún er markþjálfi og teymisþjálfi og ég ætla að fela henni að gera stutta samantekt hér áður við förum inn í daginn okkar og að slíta þessum fundi formlega. Takið virkilega vel á móti Lilju Gunnarsdóttur. Takk. Bara góðan daginn aftur ef við vorum búin að gleyma því að dagurinn er góður og sérstaklega þegar við erum búin að heyra bara hvað framtíðin er snjöll og hvað það eru ótrúlega mörg tækifæri fólin í henni og stórkostlegar áskoranir til lærdóms. Og það er nokkuð ljóst að við eigum eftir að gera fullt af mistökum sem við vonandi drögum lærdóm af og höfum hugrekki líka til að fara inn í vegna þess að þau geta kostað mikið en þau geta líka gefið rosalega mikið. Og ein svona spurninga með ég að rifja upp sem að ég megi hugsa hvað tek ég með mér hérna út í dag. Og Laufey byrjaði svolítið bara á að segja ykkur frá fyrir hvað við stöndum Stjórnvísi. Og
og af hverju við erum hér og af hverju við erum að halda þessa ráðstefnu. Haraldur Stefán og Hjálmar ræddu gervigreindina og á gervigreindin að vera til aðstoðar eða er hún ógn? Og breytingarnar, þeir líktu þessi breytingar eru rosalega hraðar í gervigreindinu eins og öllu öðru og við erum kannski bara aftur að fá nýtt rafmagn, öðruvísi rafmagn. Er gervigreindin kannski bara tungumála bylting? Þú veist, erum við komið tæki sem skilur okkur alveg sama hvaða tungumál eða tákn vegna þess að tungumálið sem að heyrnarlausir nota, hvað er það tákn með tali, að það er líka tungumál. Getur gervigreindin líka komið þar inn og auðvelda til dæmis þeim útsetta hópi að vera með okkur. Og ef við skiljum gervigreind, að þá stöndum við framar vegna þess að við getum þá metið hvað hún er að gefa okkur. Og ef við skiljum líka hvað við erum að biðja. Og kannski eins og þeir sögðu að ef að við getum ekki verið besti gervigreind, þá getum við allavega verið besti að nota hana. Og það er líka áskorun. Auður gaf okkur innsýn inn í hvernig þau hjá Orkunni er að nýta snjalla lausnir til að einfalda lífið okkar, af því við erum ju öll einstaklingar. Og að það eru ólík nálgun eftir því hvernig þú talar. Og hún endaði náttúrulega því með ég orka að vera með þér. Og Róbert fór í gegnum bara nýjustu strauma og stefnur í gervigreindinni og þær áskoranir sem við stöndum frammi fyrir. Og þetta með samráð einstaklingana og gervigreind, er það eitthvað sem við getum hort svolítið meira á eða eigum við bara að vera hrædd við þessa gervigreind að hún taki bara yfir allt líf okkar. Og Þorsteinn velti upp hvort við getum loksins hætt að hugsa, maður búið að segja, já, það verður nú ágætt. En það er bara, ég kannski hef verið í þessum hópi sem hugsar ekki neitt. Þú veist, það eru bara 5% af heiminum sem hugsar. En það er engin hátt af því að við sleppum því að hugsa. Og Telma fjallaði hvernig lögmennin og stjórnsýslan getur notað eða nýtt sér gervigreind þar sem að til að auka á að textinn sé áræðanlegur og að það þurfa að lesa kannski 800 síður og þú hefur bara klukkutíma og ég við getum ímyndað hvað kostar þetta að þurfa að lesa allan þennan texta. Þannig að það er mjög spennandi að sjá hvað þessi málnýkun geta gert. En Bergur Ebbi sagði ekki, hann spurði mig líka þessi spurninga með síman. Ég man að ég fekk farsíma 96 en ég hef ekki hugmynd hvenær ég fekk snjallsíma vegna þess að breytingarnar eru svo hraðar og að maður hættir að taka eftir. Maður er bara allt í einu komið síma sem maður gerir bara allt sem maður biður hann og stundum eitthvað allt annað en maður biður hann En bara gott fólk, hvernig höldum við geðinu góðu í hraða tækni og gervigreindar? Er kannski bara allt plat? Hvernig náum við að halda í það mannlega í þessum breytingum? Og hvernig er það þegar við horfum til framtíðar? Efumst við allt eða getum við treyst? En það er alveg sama hver framtíðin er. Hvort hún er snjöll eður ei, þá er eitt það mikilvægasta sem við getum tekið með okkur inn í hana, það er kærleikurinn. Kærleikurinn í hjartanu sem við gefum okkur sjálfur, líka hvert öðru. Og þannig að gervigreindin, hún getur ekki tekið það eða gefið okkur það. Þannig að hvað svo sem við gerum, þá hvet ég okkur til að vera riddarar kærleikans. Því þá verður framtíðin svo sannarlega snjöll og björt. Takk fyrir.